Kæru landsmenn og Teboðs besties. Eins og við flest vitum, þá liggur fyrir okkur Íslendingum forsetakosningar í júní næstkomandi. Það alltaf mikilvægt að við nýtum kosningaréttin okkar og það sem það gríðarlegt framboð frambjóðenda, þá væri gott að geta kynnst þeim á óhefbundin máta. Við höfum fengið gull í tækifæri og fengum til okkar nokkra frambjóðendur til þess að svara spurningum Teboðsins. Gjörið svo vel. Steinóla, Já. velkomin í Teboðið. Takk fyrir. Svo flott hjá ykkur. Takk fyrir það. Og mér líka svo geggjað að fá að drekka sódavatni mitt úr svona fínum tebólli. Já, það ekki. Það verður að vera, sko. Dósin hefði svona smá skemmtgönda lúkkar, sko. Algjörlega. Þannig að hafa þetta sætt og fínt. Hérna, já, við ætlum bara að spyrja skemmtilega spurninga. Já. En fyrst ætlum við svona bara aðeins að kynnast þér. Hvað fullt nafn? Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Já. Og hvað ertu gömul? Ég 54, ég fædd 1969. Okay. Og hvenær átt afmæli? 2. júlí, ég krabbi, rísandi sportryggi. Þú veist þetta allt, Já. geggjað. Og hver upp á hluturinn? Bleikur. Já. Og hún ekki að ljúga því, hún sagði okkur áður hún labbaði inn, sko. Það geggjað. Ég byrjaði mikla bleika byltingu bara þegar ég var unglingur, sko. Þá fór ég að elska gangi bleiku. Já. Það kom líka svona aðeins seinna í okkur, sko. Já, þetta gerði það. Það var ekki alltaf. Nei. Elskum bleika. En sko, ég eldgamla daga, þá voru strákalotni gangi bleiku og, vissuðu það? Nei. Þetta var upphaflega, sko, litli drengir voru klæddir í bleikt, sko, svo bara breytist þetta einhvern tímann. Já, dálítið merkilegt, sko. Og hvað breyta því tilbaka? Já, einmitt. Já, bara strákana aftur í bleikt. Já, algjörlega. Myndu þið fíla það? Það var bara svona alla kallmenn í bleiku og Já. jakkafötum. Ég held að þeir myndi líka líða betur. Mér líður alltaf betur í bleiku, þannig að... Já, sko, það er þetta með liti, sko. Mér finnst litir hafa mikil áhrif á það hvernig manni líður. Og ég er óvinnu dökkleitt í dag vegna þess að ég fekk smá flensu helgina. En ég elska gangi í bleiku, appelsínugulu, lillabláu, grænu. Það er gaman. Já, ógeðslega gaman. Ég er svona mikið fyrir skapið mann, sko. Já, það er algjörlega, sko. Algjörlega. Herru, ætlum við að demba okkur í spurningarnar. Þetta er ekki hraðaspurningar, en svo stutt og hnitmiður svör er vel þegin. Ok. Og býtu hvað er spurt? Það er alls konar. Já, bara, já. Látið þið vaða. Það ekki bara. Jú. Hver er uppáhalds Kardashian systir þín? Sko, þetta er vandamál. Af því ég hef aldrei átt uppáhaldsneitt. Eina nafnið sem ég man af þeim systrum er Kim. En ég get ekki alveg sagt hún sé uppáhalds, en hún er eina sem ég man eftir í augnablikinu. Já, það er fair enough. Já. En hver er þín uppáhalds chick flick bíómynd? Ætli það sé ekki hérna það er jólamynd. Hérna, hvað heitir hún nú aftur? Holiday eða... Nei, ekki Holiday. Hún... I feel it in my fingers. Já, betur hvað heitir hún? I feel it in my toes. Muni ekki jólamyndin með Hugh Grant. Jú, heitir hún hvað heitir aftur? hún? Ég get ekki held áfram fyrir að fatta hvað hún heitir. Hún heitir þarna... Ég get ekki munað nafni núna. The Love Actually. Já, Love Actually. Já. Vá, hann þetta. Ok, hún er geggjuð. Hún er geðveik. Já. En ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Ég var að segja pass. Já, mitt. Alltaf. Hvora betri, Barbie eða Oppenheimer? Sko, ég er ekki búin að sjá Oppenheimer. Ég gat hlegið af svona sumu í Barbie, en mér fannst hún svona stoltið leiðilega svona PC á köflum. Líka, sko. Ok, já. En ég hafði alveg gaman af henni, svona í köflum, sko. Á köflum, já. En hvert er þitt celebrity crush? Vá. Sko, í gamla daga þá var það Rutger Hauer. Ok. Já, sem að, hérna, já, mér fannst hann sætastur þegar ég var unglingur. Svo las ég eitthvað viðtal við hann, þá kom í ljós að hann svaf með bangsa, þá einhvern veginn var það dálítið búið, sko. Fækst ykk. Já, fekk smá svona ykk, og þetta er svolítið það sama, sko. Ég einhvern veginn aldrei átt uppáhaldsneitt. Mér finnst, svo fannst mér Harvey Keitel, leikarinn rosalega flottur einhvern tímann.
líka bara góðu leikari. Já, Jude Law fannst mér sætur. Já, einhvern tímann. En í augnablikinu svona engin umfram aðra, sko. Nei. Þetta breytir svona með aldrinu, sko. Maður pælir meira í sögu þegar maður yngri. En, engin í augnablikinu. Viggo Mortensen er alltaf brjálæðislega sætur. Viggo Mortensen, já. Og góður leikar, mjög góður leikar. Ég kom til að vera uppáhalds Justin Bieber-lagið þitt. Vá. Ég get ekki muna eitt einasta nafn af lagi með Justin Bieber, þótt ég reyndi, sko. Sko, nú á ég meira að segja, sko, 2 unglinga, þau eru ekki að hlusta Justin Bieber, sko, þannig að ég get ekki einu svona þóst vita hvaða lög með honum eru skemmtileg. Allt í góð, sko. Ég finnst að vera hittan. Það? Já, heyrðu, alveg rétt. Hérna, Kids Choice Award, einhvern tíma fyrir tilviljun, þegar við Stefán Karl bjöggum í Hollywood, þá var okkur boðið á Kids Choice Awards og þá var hann þar, lítill gutti. Og ég man að það var einhver sem benti mér á hann og sagði að hann væri súperstjarna. Það enda rosalegt. Já. Það er iconic. Draumur margra. Já. Hver er kóngurinn, Bó eða Bubbi? Bó, allan daginn. Það er ekki verið að hika hér, sko. Nei. Það er ekki hugsað sér tvisvar botnaði setninguna. Karma is a... Má ég fá smá tíma? Já, gerðu vel. Nú er ég bara með feel it in my fingers. I feel it in my toes. Karma er það sem að karma stjórnast af því hvað þú setur frá þér út í lífið. Þú svona segja það þannig. Þú býr til þitt karma með því sem þú setur frá þér. Algjörlega. Veistu hver Alex Earl er? Nei. Og ég veit það. Já, hver er Alex Earl? Hún er svona TikTok-stjarna. Ok. Já. Mér er bara svona að tekka hver er hangsinn á TikTok. Já, það er smá test. En alltaf góð. Hvert er kínverska stjörnumerkið þitt? Ég er Hani. Já. 69. Ok. Veistu hvers konar Hani? Ég er Jarðar-Hani. Já. Alveg vel, jarðbundin. Ég hef ekki hitt marga hana. Nei. Finnst þér J.Lo vera betri söngkona eða leikona? Betri söngkona. Trúra drauga? Algjörlega. Já, sammála því. Algjörlega. Það er ekki að trúa, sko. Nei, Nei. Það er bara draugar. Það eru draugar, já. Punktur. En hérna, hver er frægasta manneskjan sem þú hitt fyrir utan Justin Bieber? Þú þá greinlega hittin og alveg þó nokkra. Já, frægasta manneskja. Útlend eða innlend? Útlend. Já. Nú man ég ekki einu svona hvað hann heitir, sko, maðurinn, hann er látin, hann var grínleikari. Þetta er svona, já, ég er í svona blackouti. Það var nefnilega, það var þannig að þegar við Stefán fluttum fyrst til Bandaríkjanna, þá gistum við á litlu hóteli í Beverly Hills. Og við vorum bara nýkomin og kvöldið löppuðu við yfir á rosa stórt hótel sem var hinum við göttuna og þau verið átt okkur á því að við svona þú veist, vissum ekkert hvað vorum að fara út í, skilurðu. Og þá vildi svo til, og þetta var bara svona nokkrum dögum eftir við komum fyrst út, að Óskarsverðlaunin voru í gangi og við höfum ekki einu svona verið að pæli því, sko. Og þarna á hótelinu var greinilega eitthvað Óskarspartí sem við duttum óvart inn í, já. Ok. Og þar var hann grínleikari og ég lenti við hliðina á honum á barnum og nú get ég ekki muna nafni og ég skammast mér hræðilega fyrir að muna það ekki núna. Og hann lék til dæmis Patch Adams, muniði? Nú verðum við að googla þetta. Já, við getum googlað þetta. Já, nú googlum við þetta strax. Og hann, ég veit bara, eitt frægasti grínleikari veraldarsögunar, sko. Robbie Williams, já. Og Röddin það líka var, þetta var þannig að ég stóð upp
barinn á þessu hóteli og þá heyri ég svona allt í einu rödd sem ég kunnulega og ég lít við hliðina á mér og þá er það hann og hann svona horfir á mig og brosir svona og ég bara hann var svo eitthvað hlýr og svona vingjallegur og ég bara svona heilsaði, ég varð feimin auðvitað eðlilega og hann pantaði sér litla kók eða fekk litla kók og ég man að ég horfði svona niður eftir honum og hann var í mjög fallegum jakkafötum og ég svo alveg svo ótrúlega einhvern veginn fyndnum strigaskóm, þú veist, sem voru svona marglitir strigaskóm og mér varst þetta eitthvað svona góðu fílingur í hvernig hann var klæddur, sko. Já, allir hann sé ekki svona frægasta manneskja sem ég hef hitt, sko. Sem ég svona eitthvað lagði á minni að því ég líka bara svo mikla virðingu fyrir honum sem leikara. Frábær leikari, sko. Geðvikt. Já. Og hann var einhvern veginn svona feiminn og svona hóvær. Þú veist, þið vitum maður bara finnur svona nervurinn hjá fólk. Já, nervurinn, já. Er O.J. Simpson sekur eða saklaus? Ég náttúrulega bjóð þarna úti þegar það var að verða eldan hann út á hraðbrautinu og það er svo fyndið að sko þegar maður býr þarna úti þá verða sko þessar stjörnufréttir það verða mjög mikilvægt, það er allt samfélagi sem fylgist aldrei með þessu sko og á vinnustöðum og svona var bara var öll LA að fylgjast með þessu hvernig var hundeltur þarna á götunum og ég get náttúrulega ekki lagt dóm á það hvort hann var sigur en mér finnst það afskaplega líklega Lítur ekki vel út. Nei. Gerir það ekki? Annars er bara náttúrulega eins og þið vitið bandarískt dómskerfið mjög skrítið, sko. Algjörlega. Algjörlega. En var ekki rosalegt að sjá þetta í fréttunum bara og... Jú, þetta það var líka bara eitthvað óhugulegt við það að sjá, þú veist, mannesku seka eða ekki seka svona hundelta, þú veist, fyrir framann alla veröldina, fattar þið sko. Manstu hvað þú varst þegar þú heyrðir þegar hann var sekur bara? Saklaus. Nei, ég man það nú ekki sko. Nei. Það hefur verið svona moment svona. Já, ég man hvað ég var þegar þetta gerðist, já. Hvert er þetta guilty pleasure lag? Heyrðu, það heitir Boom með Benji. Ok. Það er alveg geggja lag. En sko, það er sko svolítið nýtilkomið að ég sé komið það á heilan. En ég set þá, vegna sem ég veist ógeðslega gaman að dansa. Og ég eiginlega reyna að dansa eitthvað á hverju minnsta degi. Mér finnst það bara gott, veist, losa spennu og... Góð æfing, sko. Já, það er bara geggja kardio að dansa, sko. Já. Elskum það. Er geimverur til? Ég held að við séum geimverur. Já. Er það ekki? Jú. En ertu royalisti? Nei, ég er það ekki. Þú veist samt, ef þú ert kosin forsetið, þá ert þú að fara í eitthvað svona svoleiðis brúðkaup og þannig, eða ekki? Ef þú eru haldin. Já, en þetta er bara fólk. Það eru alla manneskjur bara alveg sama hvaða störfið það er gegna, það er bara manneskjur, sko. Það er góð bundur. Þegar ég var 25 ára þá var ég einmitt beðin að forseta embættinu. Jú, ég held ég að vera 25 ára. Ég var ekki búin að eiga börn. Þá voru ég og Sóley Elíasdóttir og Hinrik Ólafsson og Maríu Sverrisson. Við vorum svona saman í svona söngkvartett og við vorum fengin til að skemmta kóngafólkinu. Nei. Á 17. júní á Hótel Sögu og sungum þar með hljómsveit. Og það var fyndnasta partí sem að ég verið í og ég var náttúrulega ekki í því að því ég var skemmtikraftur. Þar var sem sagt fyrir fólk og sem sagt kóngafólkið hérna í Skandinavíu og reyndar víðar af og alveg í trillingsdansi á dansgólfinu. Það var mjög geggjað. Það var svona, já, og það er allar í fínu stóru kjólunum með borðana og já, þetta var svona kvöld sem maður gleymir ekki. 7. júní 94. Kunnuðu að skemmta sér? Voru þau svona, maður ímyndaði ekki að stíf bara... Nei, þau voru sko ekki stíf. Þau voru bara slett úr klaufunum. Við skulum orða það. Geðveikt. Herru, hver var besti James Bond fyrir þér? Hvað hér nú fyrsti aftur? Ekki hugmynd. Ég man það ekki. Er eitthvað Sean? Sean Connery.
Sean Connery, já, mér varst náttúrulega Sean Connery fít, sko. Ég segi það bara. Já. Good. Hefurðu heyrt sultuhund? Sultuhund? Nei. Hvað sultuhundur? Við slúum segja það eftir. Já. En það bara... Það hljómar alveg ótrúlega illa. Já. Uppáhalds raunveruleika þáttur? Sko, ég get ekki sagt að ég hef hort á heilan þátt, svona raunveruleika þátt. Reyndar, ég og strákurinn minn einstaklega sinnum hort á Glow Up. Já, sem kannski ekki raunveruleika þáttur, heldur svona make-up þáttur. Já, það líka raunveruleika þáttur. Já, algjörlega. Hvort ertu tím Kim Kardashian eða Taylor Swift? Hvorugar. Ég utan vallar. Já. Það líka bara mjög safe svar. Leiðilegastur raunveruleika þættinir sem þú kannski óvart inn á. Ég hef hort svo lítið á svona raunveruleika sjónvarp, þannig ég gæti ekki nefnt neitt, sko. En hvað 6 36. Já, vel gert. Heldur að Kanye West sé klón? Nei, ég held að hann sé ekki klón. Nei. Það er góð spurning, það. Nei, held ekki. Nei, ok. En hver þín allra uppáhalds bíóspóla? Svo bíómynd sem ég finnst skemmtilegust. Ég held bara The Kid eftir Charlie Chaplin. Mér þykir vænt hana. Okay. Hefur þú hlustað á teboðið? Aldrei. Nei. En ég þarf að fara að gera það. Já. Mælu með. Já. En hvert þetta celebrity lookalike? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei pælt í því. Þið verður að segja mér það. Líkist ég einhverjum? Nei, hefur þú ekkert verið líkt við eitthvað? Mér þetta er einu hug, sko. Já. Jú, það var einhver leikkona sem töluvert yngri en ég sem einhvern tímann sagt að væri svolítið lík mér eða ég lík henni og nú get ég bara ekki muna hvað hún heitir. Var það Mila Kunis? Ég hugsaði það einmitt líka. Jú, ég held að það sé hún. Já, einmitt. Ég sé það alveg, sko. Já, ég hugsaði það einmitt líka þegar þú varst að segja það, sko. Geti leikið mömmunar? Já, klálega. Já. Klálega. Geti leikið systur. Já. Langaði þig að verða fræg? Nei, það hefur aldrei verið svona sérstakur hvati í mínu lífi, sko. Og það nú eiginlega ekki hægt að vera frægur heldur á Íslandi. Þú veist, við erum svo lítið samfélag, við þekkjumst öll, sko. Já. Góð punktur. En þið? Það langar að frægar? Sko, ég held að þetta sem er svona okkur langaði að fá athygli. Ég er bara fræg og lítið langaði með að vera fræg. Já, svona langaði að sinna athyglisíkinni. Ég held að segja það bara, sko. Það er sama. Já, kannski er það sama. Og fyrir það eitthvað sérstakt eða bara... Ég veit það ekki. Í dag er það bara fyrir að vera skemmtilegar og með góða víbrur, skilur. Gott vibe. Það, þú veist, ef maður getur þekktu fyrir það. Það er gaman að vera nálægt ykkur allavega, þannig ég skil vel að er þetta rosa vinsæll þáttur í okkur? Hann er ágætlega vinsæll, sko. Það eru nokkri sem hlusta, sko. Ok, geggja. En það er líka þannig að þeir sem hlusta á þennan þátt, þeir eru allir mjög skemmtilega með góða víbrur og good vibes og við höldum svo alltaf fyrir góða nærveru. Já, svona létt og skemmtilegt og bleikt. Já, það er svona okkar vibes, sko. Það eru nokkri sem hlusta, Já. Hvort ertu tím Brangelina eða Brad Pitt og Jennifer Aniston? Þannig að Brad Pitt og Angelina Jolie eða... Ég fíla Jennifer Aniston svolítið. Hún er með good vibes, sko. Já, hún er með good vibes. En sko, Angelina held ég held að þetta sé ansi klár kona. Já. Og ég held að þær séu báðar klárari en Brad. Já. Fyrir þangað, sko. Hann er saman því. Báðar mjög svona valið sér ólíka leiðir, sko. Jennifer Aniston er náttúrulega fyrst og fremst listamaður og framleiðandi og svona mjög, hvað ég var að segja, hún hefur mikil völd í Hollywood, sko. Og Angelina hefur valið sér svona, hún er róttæk og hún er svona, hefur valið sér það að vinna mannúðamálum. Bara nú lítið síðan að leika. Það er eins og svona, mannúðamál og svona réttlætismál séu meira hennar, séu henni ofarlega í huga, sko. Algjörlega. Hvert er þitt gælunafn? Steina. Steina? Já. Eða Steinolía. Steinalína. Sumir kallar mig Ólínu. Bara, mér finnst þetta allt fínt, sko. Mér er alveg sama hvað ég Þú svarar bara öllu. Já, það ég... Já, geðvitt.
En þá komið að seinustu spurningunni. Ef þú verður kosin forseti, verður okkur boðið í tebolla á Bessastöðum? Að sjálfsögðu. Já, svona. Gott. Það gott. Já. Það rétt svar. Við viljum tryggja okkur bolla á Bessastöðum. Já, við erum að tryggja okkur í tebollan. Já, ég meina það líka alveg örugglega til einhver falleg bollastel Já, örugglega. á Bessastöðum, sko. Það er svona eitthvað aðeins að, þú veist, það er ekki aðeins að svona, Girly death. já, smá bleikt Já, og svona. við gerum bara meira bleikt á Bessastöðum. Það er bara þannig. Bleikir Bessastæðir 2004. Bleikir Bessastöðar. Það ljómar ekkert eðlilega vel. En Steinunn, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma, takk fyrir að koma. Bara takk fyrir að bjóða mér. Og við hlökkum til að fylgjast með og gangi vel við. Já, takk Sigríður. Takk fyrir mig. Baldur, velkomin í teboðið. Takk fyrir, mikið gaman að koma til ykkar. Þetta er fallega bleika umhverfi. Já, takk fyrir. Það er alltaf, manni líður alltaf vel í kringum bleikt, sko. Já, það er bara eins og að stíga aðeins bara inn í nýjan svona undraheim, bara. Það er bara dásanlegt. Einmitt. Herru, við ætlum að byrja að kynnast þér aðeins. Hvað er fullt nafn? Baldur Þórhallsson. Já, hvað ertu gamall? Ég er 56 ára. 56. Það var svo gamall, maður þarf að hugsa, sko. Já, tjekka bara. Já, akkurat. Við lendum í því líka. Já, við erum alveg 20 og hvað. Já, akkurat, já. En hvernig var þetta ammali? Ég var ammali 25. janúar. Vatnsbyrri. Út Vatnsbyrri? Já, Vatnsbyrri. Já. Gekk. Og hver er uppáhalds liturinn? Blár. Blár? Já. Fagur blár. Skærblár. Svona himinblár. Já, himinblá, skærblár, svona, það er fallegt, sko. Já, Mjög fallega. Það er eitthvað svona, ég er fyrir liti. Já, Já, þeir eru svona lífkupa tilveruna. Já. Ég vildi helst, ef ég mætti ráða myndi ég hafa, sko, allt svona skærrautt, heiðblátt, fjólublátt, grænt. Svona fallega liti sem er lífkupa tilveruna. Já, Svona væbra. Já. Já, svona brosir heimurinn við manni þegar maginn. Hljómar mjög Ég er svo sammála Já, mjög. Herru, þá ætlum við bara að byrja að fleia okkur hérna í spurningarnar. Við ætlum að byrja að spyrja þig, hvað er uppáhalds Kardashian systir þín? Ég þekki það systur ekki einu sinni. Ég er svo slæmum málum þegar kemur að þessum sko stórstjórnum út í heimi að hérna, já, ég er mjög erfileikum með þetta, sko, já. Manstu hvað ykkur heitir það? Nei, ok. Það er fair. Já, en hver er svona þín uppáhalds chick flick bíómynd? hvað áttu við chick flick bíómynd? Það er svona gælu bíómynd. bíómynd. Notebook. Veistu hvað, ég er bara voða lítið verið að fylgjast með gælu bíómyndu, sko. Aha. Já, ég er voða lítið í þeim. Ég er sko í svona bíómyndu sem byggja á sögulegum heimildum á Netflix. Já, Ég er alveg þar, skilur miðaldir og Ítalíu og Alexander Mikla og þar, sko. Já. Mikil history. Já, ég er nerd. það svona sem byggir svona bíómyndir sem byggja á svona sögu. Já. Það er ég, sko. Já, ok. En ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Alexander Mikli, nei. Ég vel bara síða það. Ok, Hailey Bieber. Já. Þá er þetta góð spurning hérna. Hvor var betri, Barbie eða Oppenheimer? Hvor var betri, Barbie eða Oppenheimer? Já. Oppenheimer. Þar kemur sko sagan og stjórnmálin sem ég er svo hrifin af. Þó að Barbie var líka rauninni pólitísk. Já, algjörlega. Feminísku ívafi, algjörlega var það líka. Já. En svona Oppenheimer meira svona mínu hérna, svona áhuga sviði. Hvað er þitt celebrity crush? Já. Má vera bara eitthvað tíma back in the days eða núna. Núna er þetta maðurinn svona smá celebrity. Já, fyrst sem dætti í huga Felix Bergsson. Ég þarf bara ekki að segja það. Mátt segja það. Ég hugsa þetta bara Ég líka, en ég þarf ekki að segja það. Bara byrjaðu með celebrity crushinu. Já, Felix er sko þegar ég var í menntaskólanum að Laugarvatni, þá segir Felix að hann hafi einu sinni komið að spila þar þegar Greifarnir voru mjög vinsælir á balli sem var þar. Ég vissi bara man ekkert eftir því. Hann er búið sárið því að það held ég. Þetta er nú bara svona, sko. Já. En er eitthvað annars sem þetta er í hug? Það hefði verið hérna Nelson Mandela, hann er náttúrulega látin frelsishetja frá Suður Afríku, en það er fyndin saga, sko, ef við myndum vera að spyrja Felix, þá var ég einu sinni að fara á svona stjórnmálafræðir ráðstefnu í Haag í Hollandi og Felix var bara að ganga göturnar og þá var einmitt
Clinton og Hillary þar í heimsókn í borginni og allt í henni stoppar bíllið þeirra nákvæmlega fyrir framar bar sem Felix stóð fyrir framan á og þau stoppa og þau ganga út úr bílum og fyrsti maður sem heilsa Felix Bergsson. Nei. Jú, Felix var fekk svo í hnén, eina sem hann sagði bara I offer you greetings from Iceland. Clinton, sem var þá sko forseti Bandaríkjanna. Oh my god. Já. Og þetta var bara, Felix stóð bara hætti spóð og hann bara dyrnar opnast og útgengur Clinton, sko. En þá var sko Clinton og þau hjón, þá voru þau leiðin á bar. Já, bara til að fá sér svona eitt lítinn drykk, sko. Og svo fórum við gammans á barinn og eftir og það var ennþá uppnám á barnum, þá var komið kvöld, sko, og þá hafði nú bara tekið eitt sopa af bjórnum, en bjórin var sko afgangur af bjórnum var fristur. Ég skil það, bara geymið það. Og það er mjög gott. Já, þá var það bara næsta spurning. Hvað er uppáhalds Justin Bieber-lagið þitt? Ég hef verið að afsaka þetta. Þið er það að spyrja mig hvað lag með greifunum, sko. Já, keep it safe. En hver er kóngurinn? Bó eða Bubbi? Bó er búin að vera lengi úr í bransanum. Þó ég sé líka mjög hrifin að Bubba. Já. Bubba á svona þjóðasálina, sko. Já. Botnaði setninguna. Karma is a... Ég bara veit, á þetta að vera þekkt. Nei, bara hvernig þú botnar hana. Já. Karma is... Hvað er ég að segja? Karma is... Ég bara mát... Hvað á maður að segja? Hvað er karma? Þetta ég bara... Mér hefur bara í örðurna, sko. Bara karma is a mist. Karma is a wonder. Karma is a wonder. Já. Karma is a wonder. Veistu hver Alex Earl er? Alex Earl? Nei. Alltaf læg. Takk. Alltaf læg. Hérna, hvað er það kínverska stjörnumerkið þitt? Veistu það? Nei, ég bara veit það ekki. Hvað er í janúar? Ég hef bara ekki viss. Nei, hvað ár þú ert? Hvað árið fötur? 68? Já, ég man það ekki heldur. Nei, ég er bara ekki, ég er ekki viss með það. Já. Nei. Hvort finnst þið J-Lo vera betri söngkona eða leikkona? J-Lo. Jennifer Lopez. Söngkona. Já. Trúra drauga? Nei, ég geri það nú ekki. Nei. Ég hefur aldrei lent í neinu draugalegu. Það drauga gangi. Ekki þannig laga, sko. Það væri skona, það væri betra að fjalla svona álfa og huldufólk, sko. Trúra álfa? Já, þeir gætu nú flagst eitthvað staðar og verið einhverjum hólum og hæðum, sko. Það gæti verið, frekar en draugarnir, sko. Álfarnir eru vinir mínir, sko. Álfarnir eru vinir mínir. Þeir eru ekkert að tína hlutónuðinum? Nei, ég er nefnilega frá bæ á Suðurlandi sem heitir Ægisíða. Það sem eru sko 12 manngerir hellar sem talið er að séu gerðir að Írum fyrir landnám norræna manna og bærin Ægisíða heitir því gelíska nafni eða írska forna nafni bústaðir álfanna. Og það er nefnilega sko 12 manngerir hellar þarna og sem er nákvæmlega eins og Írlandi og Írarnir nefnilega eiga svipuðu álfa og huldufólk eins og við. Þannig bæri sem ég heiti frá er bústaðir álfanna. Það er sko fullt af fallegum álfahólum þar, sko. Þú erum bara að kíkja þangað. Ég held að ég sé að vera bara niður í bæ. Já, akkurat. Einhvern tímar vorum þegar við vorum að gera upp þessi hella og opna þá fyrir svona 5-6 árum og við félagum svona byrtum myndir og samfélagsmiðlum sem gengur að gerist og við vorum að tala hellan á Ægisíðu sem við værum að grafa upp og búa til og þá sé ég hefði búin að finna hella á Ægisíðu. Það heldum en það væri í Reykjavík. Það var ekki alveg þannig. Hver er frægasta manneskja sem þú hefur hitt? Frægasta manneska sem ég hef hitt. Ég er ekkert verið að umganga svo mikið frægar manneskjur. Ekki segja bara Vigdís Finnbogadóttir. Já, hún er mjög fræg. Iconic. Herru, hvort til þú? O.J. Simpson. Segur eða saklaus? Segur. En hvert er þitt guilty pleasure lag? Killing Me Softly. Já. Ok. Eru geimverur til? Það er líf á öðrum hnöttum. Já. Það er líf á öðrum hnöttum. Í hvers konar mynd sem það er, sko. Vitum við ekki nákvæmlega? Við veit. Ná, trú. En ertu royalisti? Nei, ég er lífveldi sinni.
Hver var besti James Bond fyrir þér? Ekki Daniel Craig sá sér bara síðasti. Já. Já. Hann mjög góður. Já. Ég var hrifin á honum. Já. Já. En hefurðu heyrt sultuhund? Nei. Nei. Vil ég útskýra? Nei, ekki, nei, gott. Skulum ekki útskýra það. Það ég sendur heim núna. Uppáhalds raunveruleika þáttur? Ég horfi mjög lítið á raunveruleika þætti. Ég hef ekki verið mikið að ég hef ekki verið að horfa á þá. Nei. Bara það bara þannig ég get eiginlega ekki sagt til það. Nei. Klálega. Ég fer alltaf í sögulegu bíómyndirnar. Já. Oppenheimer. Ekki til eitthvað svona raunveruleika þáttur history eða... Jú, bara... Það verður þetta alltaf skemmtilegt. Já, það getur Allt svona söguleg svona... ekki heimild að þetta basically bara raunveruleika Já, þetta? svona næstu. Já, Og svona. pælir í. Já, einmitt. Já, eins og allir þessi heimildamynda þættir, eða ekki svona sögulegu bíó heimildamyndi sem ég að horfa á Netflix, eins og valdaættirnar á Ítalíu eða hvernig, hérna múslimar náðu Konstantínópel og Istanbul og svona. Ég allur í þessu, Rómverja og annað, Hvað heldur að hugsa? Fall Rómar Rómaveldi. Já. Hvað heldur að hugsa oft það í viku? Vitið hvað? Róman Empire. Já, hverju kvöldi núna, hún marga vikur, það við að hlusta á stutt svona hlaðvörp Evrópa miðöldum. Já. Meðal annars bara svona matagerðarlist á miðöldum, þetta svona frá tímabilinu 500 til svona 12, 13, 1400. Matagerðarlist, krossfarirnar, hvernig menn voru að skiptast á völdum, stöðu kvenna, bara allt mögulegt miðaldirnar. Já. Og hérna, ég er alveg svona, ég fell alveg svona fyrir þessum svona sögulegu þáttum. Kirkjun á miðöldum, allt mögulegt. Já. En hvort er þetta tím Kim Kardashian eða Taylor Swift? Taylor Swift. Já, þetta er Swiftie. Já, ef það kallast það. En þá kannski getur ekki svara næstu hvað væri leiðilegustu raunveruleika þættirnir? Nei, ég er erfiðleikum með það, Já. Já. Þyrftir að vera búin að sjá það til þess Já, ég held að ég mitt, akkurat, já. Kannski bara allir. Já, kannski. Já, eða það þyrftir að setja mig niður fyrir fram að sjónvarpið og horfa, já. Hvað er 6 Hvað er 36? Já, vel gert. Flottur að svara. Heldurðu að Kanye West sé klón? Já, örugglega. Já. En hver er þá þín allra uppáhalds bíóspóla? Allra uppáhalds bíóspóla? Já. Í gamla daga þá? Bara hver sem er. Topp bara uppáhaldsbíómyndin. Þú getur horft á Uppáhalds bara bíómyndin? aftur og aftur. Kantana mögulega utanaf. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Já, ok. það var einstaklega góð mynd. Já. Já, pass mér. Já. Við erum að sjá hana. Hefurðu hlustað á tippuð? Nei, afsaka það, Ég er á miðöldum, Ég er að hlusta á þættir á miðöldum. Ég færi smá saman nær nútímanum. Við skulum vona það. Já, Kannski við tökum þátt bara Roman Empire. Já, þá kannski hlustar hann. Já, spurningar Roman Empire. Já. Algjörlega. En hvert er þitt celebrity lookalike? Celebrity lookalike? Bruce Willis? Nei, ég veit það ekki. Já, það var gott. Fíla. Já. Langaði að verða frægur? Nei. Mér finnst bara gott að sitta heima og horfa á sögulega bíómyndir. Mér líður mjög vel með það. En stundum það maður að stíga fram. En mann langar að láta gott af sér leiða. Og þá er bara mikilvægt að hrista af sér feimnina til þess að stíga upp og spyrna móti. Já. Það er líka mikilvægt að gera það, fyrir alla að gera það. Klálega. Segja hvað þeim finnst til þess að reyna að bæta heiminn. Brangelina, Brad Pitt og Angelina Jolie, eða Brad Pitt og Jennifer Aniston. Hvor er betra par? Ég veist hvað, setna. Já. Áttu eitthvað svona gælunafn? Það á ég ekki, en við Felix vorum nú hringferð landið, voru verið 15 daga að tala okkar sín á forsetaembættið og þegar við gengum inn í aðeitt Bóndabæ í uppsveitum Árnessýslu, leiðum við gengum inn og dyrna, var hringt í bóndan og sagt að það væri kind erfiðleikum að bera lambi og við rökum út í fjárhús
og hjálpuðum kindinni við að bera og hrútunni fekk nafnið Balix. Balix, já. Ég segi bara svona, ég er ekki með eitt nafn, en þessi fallegur hrútur hefur Balix. Kannski getur það bara verið nafnið, ég segi bara svona. Það er geggja koppulsnið. Já, svo Brangelina, Balix. Balix, mjög flott. Mjög gott. En þá komum við að segja spurningunni í dag og Er ég búin að ná? Já, klálega. Það er mjög vel. Það fyrir eftir næstu spurningu. Já, það fyrir eftir henni. Nú reynir á, sko. Fallin með 4,9 eða var það ekki einu sinni, það var lagið var þannig, sko, hérna gamla dag, já. Heldur að segja það þannig. Já. En ef þú verður kosin forseti, verður okkur boðið í tebolla á Bessastöðum? Ekki spurning, þeir eru svo skemmtilega og hugulegt umhverfi. Ég held að verði bara vant með farið að vera með svona fallegt umhverfi í Bessastaðastofu eins og hérna. Það þarf að svo upp og það upp, sko. Já, ég lofa að vera með hérna bleikblóm á borðinu fyrir ykkur. Geðveikt. Og býð ykkur til stofu. Æðislegt. Óbært. Herru, bara Baldur, takk fyrir að koma. Þakka ykkur miklu frekar, virkilega gaman að hitta ykkur. Sömuleiðis, þetta gangi ótrúlega vel. Hlökkum til að fylgjast með. Já. Takk sömuleiðis. Og hingað til okkar komin er hún Halla. Þú ert líka í framboði. Já, akkurat. Hvað heitir þau fullu nafni? Halla Hrund Lóadóttir. Já. Hvað ertu gömul? Herru, ég er 43 ára. Já. Og hvernig var þetta afmæli? 12. mars. 12. mars? Já. Þú ert fiskur? Já. Ok. Akkurat. Það sé ég. Já, hver ert þú? Ég er 3. mars. 3. mars, ok. Þannig að þetta er góð sviti. Já, akkurat, fyrir vel að stað. Já, fyrir mjög vel að stað. Það er alveg bara stig kladdan þarna, sko. Já. Hvað er uppáhaldsliturinn? Blár. Já, ok. Já. Akkur blár? Ég verð nú bara að segja að það er annarkvort bleikur eða blár. Já. Og svona það er aðeins meira blátt í fattaskapnum heldur en bleikt. Ok. En já, það er einhvern veginn ætla maður endi ekki í litum sem að maður allan heldur að fari manni þokkalega og ég hérna svona hef valið bláu línuna, hvað það var það? Já, geggja. Það er líka fyrir svona ljósarðið mig yfirleitt mjög vel. Já, það ekki. Jú. Er þetta ekki staðfest? Jú. Þú veist alveg með þetta, sko. En hver er uppáhalds Kardashian systir þín? Herðu, á ég ekki bara að segja allir fyrir einn? Já. Er það ekki? Já. Allar bara? Já. Bara fjölskyldan, Já. samhældnin, er það ekki? Jú. En uppáhalds svona chick flick bíómynd? Uppáhalds chick flick bíómynd. Ég verð að segja hérna hvað heitir hún myndin sem að fjallar annað sem að fer í hérna kendiskólan eða í Harvard Law. Já, Legally Blonde. Já. Hún minnir mig líka á minnar gömlu heimaslóðir og ég Þú átti eitthvað rætur að rekja til Harvard eða? Já. Og vinnum við að kenna þær í dag. Ok. Þannig að hérna horfði stundum á þetta. Það er svona skot frá svæðinu sem við áttum heima og ég með eina 12 ára sem er svona að byrja á það besta við eiga dætur hún er að byrja á þessu chick flick tímabili. Já, einmitt. Þannig að hérna, við hefum dálítið oft hort á hana. Já, hún er geggjuð. Hún er nefnilega dálítið góð, sko. En er erfitt að komast inn í Harvard eins og hún segir í bíómyndinu, hún segir like it's hard? Já, ég fór ekki sömu leið en hérna, já, maður þarf að það er ýmislegt sem það er að koma saman en það er allt hægt. Akkurat. Klálega. Sammála því. Wow. Ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Sko, tím annarar hvorrar. Ég verði eiginlega, ég held að bara því þekki þá fyrirnefndu aðeins. Já. En ég veit eiginlega, ég myndi ekki segja tím neitt af því að ég held ég verði bara að segja pass. Já, það er allt í góð. Já. Hvor myndi var betri? Barbie eða Oppenheimer? Ég Barbie. Já. Það leið. Mér fannst hún nefnilega svo góð að því að hún er einhvern veginn nær að vera sko ádeila á sama tíma hún einhvern veginn fer svo vel með það þannig að mér fannst bara þessi atriði þegar þessi breyting yfir í Ken's World og allt þetta og hvernig þær komu síðan og náðu völdum aftur að þetta var eitthvað svo bæði ádeila og líka eitthvað svo skemmtileg mynd. Já. Komið var svo mynd. Já. Hvert er þitt celebrity crush? Celebrity crush.
Það má vera núna eða back in the days, þú veist. Já, sko, náttúrulega DiCaprio þegar Titanic var. Ef að byrja þar eða. Ungu DiCaprio. Þú við erum að tala fyrir 500 árum, cirka. Hérna, þá var maður alveg að sko pick up á píanóið, Titanic-lagið, skilur. Þannig að maður var alveg bara með þessa tengingu. Þannig að við ekki bara enda þar. Jú, gott svar. Mjög gott svar. Áttu uppáhalds Justin Bieber-lag? Nei, ekki þannig. Nei. En mér finnst allt bara með takti. Þú veist, ég var í samkvæmistönsum og það er ekki mikið til að ná mér út á dansgólfið. Þannig að bara svo lengi sem það er hérna gott beat í músikinni, að þá er ég komin á stað. Elskar það, samkvæmistönsum. Já. Hver er kóngurinn? Bó eða Bubbi? Ég verð að, sko, báðir þjóðar gersemi, byrjum þar. Náttúrulega Bubbi bara í útilegunum, en ég verð að segja Björgvin Halldórsson. Það er eitthvað við bara mörg, sko, lög, einhvern veginn sem að ég veit það ekki, fæ mér til að, svona einhverja minningar líka bara sem tengjast, sko, og afa og svona einhverjum svona fjölskyldu samverustundum. Þannig að, ef ég yrði að velja, þá held ég það. Mjög gott svar. Já, botnaðu setninguna. Karma is the way you treat other people. Já, fyrr. Words of wisdom. Já, algjörlega. Veistu hver Alex Earl er? Endilega líst honum Pétur. Það svarið sér nei, bara. Blikk. Hvert er kínverska stjörnumerkið þitt? Kínverska stjörnumerkið mitt? Herru, þetta á ég að vita. Já. Hvað ár sagðirðu að vera fædd? 1981. Ok, hugmynd. Ég er ekki alveg viss. En ég var, þegar við búum í Bandaríkjunum, þá er námið hjá dóttur minni grunnskólanum þar þannig að hún var fyrir hádegi að læra allt á ensku og eftir hádegi var hún að læra allt á kínversku. Nú. Og þá var hún með nafn og allan pakkan. Þá vorum við alveg svakalega mikið í öllum þessum orðræðum. En ég þarf aðeins að fara í upprifun. Ég þurfti að rifja upp glósurnar fyrir þetta fyrir. Það er sumir svona að vita þetta bara svona. Ég er bara stálhestur. Já. Við vitum bara við sem rottur. Það er bara leiðilegt að vita, en við vitum það, skilur. Já, hvað voru ekki vassrottur? Já, við erum alveg bara ár vassrottunar. Það er nú þetta snúa öll upp í eitthvað gott. Jú. Hún kom fyrst. Já, hún kom fyrst. Þið er nú frumkvæðlega eðli í ykkur. Já, við eigum það inni. Hvort finnst þér J.Lo betri söngkona eða leikona? Ég ætla að segja söngkona. Já. Ég er svona fíla hana betur þar, heldur en í myndu. Já. Trúir að drauga? Nei, ekki beint á drauga, en ég trúi á bara að það sé eitthvað meira í heiminum en við. Þannig að já. Segir við eitthvað hérna meðal okkar. Já. En hver er frægasta manneska sem þú hitt? Ætla sé ekki einhver aðeins og Ban Ki-moon eða eitthvað svoleiðis úr loftslagsmálum, þekkið þið hann? Nei. Var aðalritari Sameinuðu þjóðanna til dæmis. Nú er ég að hugsa einhverja Michelle Kwan, veit hvað það er? Skautadrottning. Ein sigursælasta skautadrottning Bandaríkjanna. Hún var með mér í námi á sínum tíma. Hverjir eru svona relatable sem að ég hef hitt? Kannski er þetta relatable fyrir einhverjum öðrum en okkur. Já, það getur vel verið, sko. En það er, John Kerry, veitu hvað það er? Nei. Ég sé, nú er þetta alltaf ég fann að hendina. Þú ert okkur er það, sko. Við þurfum að gera research, sko. Það er ekki hægt. Hvort til þú? Er O.J. Simpson sekur eða saklaus? Sko, það er svo aðeins snjóað yfir þetta mál í huga mér. Þið verður eiginlega að hjálpa mér að rifja upp. Endaði þetta ekki þannig að hann var dæmdur saklaus? Hann var dæmdur saklaus. Já, á þessu máli, sko. Já. Ég segi bara, ég þurfti að fara yfir það betur til að svara. Svaraði bara hérna svo pólitíkus. Já. Ekki með skoðum, bara nefnilega. En hvert er þitt guilty pleasure lag? Guilty pleasure lag? Þau eru nú dálítið mörg, sko. Guilty pleasure, við vorum að horfa á Britney Spears hérna. Já. Aftur, ef það er eitthvað með góðum takti,
En annars sko á ég svona lúðaleg moment eins og bara að vera að syngja ABBA með mömmu í bílnum. Já, geðveikt. Er það ekki eitthvað? Jú. Elska ABBA, það Já. geggjað. Eru geimverur til? Eru geimverur til? Heimurinn er svo stór og við erum svo lítið sólkerfi að ég vissum að það er eitthvað til einhvers þar. En við erum bara ekki búin að ná það langt í rannsóknum. En ég var mikið í samstarfi við aðila sem að rak svona dróna fyrirtæki, svona satellite fyrirtæki. Wow. Og það er ótrúlega margt að gerast í geimrannsóknum heilt yfir í heiminum og þetta NASA hefur verið leiðandi afl þar. Þannig að ég held að með aukinni tækni þá munum við uppgöta miklu fleiri hluti geiminn og hver veit hvað leynist. Það er allavega merki vatn og annað á ólíkum stöðum. Þannig að ef ekki að segja við séum bjartsýn að við séum ekki hérna ein. Já. Sama hvað þýðir. Við mitt. Já. En ertu royalisti? Er ég royalisti? Ég myndi segja að ég lýðræði sinni, en mér finnst hefðir og embætti sem að ná að sameina og annað og í sumum tilfellum hafa, til dæmis ef við horfum á Bretland sem voru nú að ræða hérna í tengslu við teboðið, það hafa alveg verið mörg augnablik í þeirri í breskri sögu þar sem að konungsfjölskyldan eða drottningin hefur náða að draga þræðið saman. Akkurat. Þannig að ég er kannski royalisti í því samengi ef að við erum að horfa á að ná að draga saman þræði. En ég lýðræði sinni þegar við horfum bara á hvernig mér finnst að samfélög eigi að virka. Því allir verða að hafa rödd og geta tekið þátt. Einmitt. Hver var besti James Bond fyrir þér? Allir verði ekki bara að segja Pierce Brosnan af því að þó að það sé hvað heitir hann aftur sem var alveg í byrjun? Sean. Er það ekki Sean Connery? Já, er það hann? Ég veit ekki einu sinni. Held það. Það er bara rétt. Ég á svona minningum að hann hafi verið mjög góður. Ég var að horfa á þessa Bondmyndir fyrir örfáum árum. En Pierce Brosnan er svona, nei, það er hann Daniel Craig. Já, það er hann held ég frekar. Já, ég held það. Góður bondari, sko. Já, mjög góð bondari. Hefur þið heyrt sultuhund? Hef ég bara akkurat núna. Já, þið skildi. Já. Ég held það. Já. Nú er ég örugglega að segja eitthvað alveg en allavega. Nei, þetta er gott svar, sko. Uppáhalds raunveruleika þáttur. Uppáhalds raunveruleika þáttur? Sko, ég hef ekki mikið verið að horfa á raunveruleika þætti undanfarið, en það þegar ég var í mentó og í háskólanum, að þá stundum hittumst við vinkonurnar og horfðum á hvað heitir það sem það er einn Bachelor, akkurat. Þannig að ég verð bara að vísa í þá reynslu, en það var ótrúlega, það var svona vinkonurnar að koma saman og horfa á þáttinn og aðalega kjafta með, en mjög skemmtilegt. Þetta eru góða stundir, sko. Já. En hvort ertu tím Kim Kardashian eða Taylor Swift? Taylor Swift. Alla leið held ég, já. Taylor, já. Swiftie? Ég er Swiftie. Ok, elskum það. Já, geðvitt. Hver er leiðilegustu raunveruleika þættinir? Leiðilegustu? Ég eiginlega hef ekki, ég held ég hafi bara aldrei hort á einhverja raunveruleika þætti sem að ég ekki mér hefur ekki líkað og það er bara því ég hef ekki hort á svo marga kemst upp um mig hér og nú. Ég er meira kannski ég hef ótrúlega gaman af bara leiknu efni og sérstaklega hef ég verið núna að horfa svona þættir eins og venjulegt fólk. Þessir íslensku þættir sem fjalla bara hversdaginn. Ég var að horfa á þáttina Afturelding daginn. Já, það eru góðir. Þeir eru góðir. Ég er búin að vera dálítið á þessari línu. Svona íslenskt efni. Íslenskt efni og stiðum það, sko. Já. Hvað er 6x6? 36. Já, fljóta svona maður. Það var gerðið. Já. Heldur þú að Kanye West sé klón? Ég held ekki eða ég bara veit ekki nógu mikið þessa spurningu. Nei, alltaf. Pass. Já, allt góð. En hver er þín allra uppáhalds bíóspóla? Bíóspóla, bara bíómynd? Allra uppáhalds bíómynd? Sko, ég horfi á jólunum
horfi ég alltaf á Love Actually. Já. Já, mér finnst hún einhvern veginn, ef það einhver mynd sem gerir bara heiminn betri og fær mann alltaf til að hlæja og aðeins gráta og svona hlæja aftur, þá það Love Actually. Já, hún góð, Það mjög hún góð. góð. Iconic. Já. Hefur þú hlustað á tebúið? Ég hef hlustað á hluta af tebúðinu. En ég er svo kallega nýr hlustandi. Já, ok. Þetta er svo kallega recruitment session. Gekkjaður. Hvert þitt celebrity lookalike? Celebrity lookalike. Verði ég ekki að halda mig við bara myndina sem við vorum að tala á það? Já, Reese Witherspoon. Já, er það ekki? Jú. Klálega. Eru þið að segja það? Já, algjörlega. Legally Blonde. Já. Elskar það. Langaði að verða fræg? Nei, sko upphaflega planið var allt frá því að vera fornleifafræðingur yfir í að vera bóndi, yfir í að kannski að því leiti að ég var mikið í listum og það kannski hangir að einhverju leiti saman að þá ertu að kynna efnið eitt öðru. Bakgrunnum minn, ég byrjaði þar að því vorum að tala um kvennu áðan. Þá var ég á kafi í leikfélaginu og var eftir kvennu að vinna í hlutum eins og að gera stuttmynd sem var sýnd þá í Laugarásbíói. Já, ok. Það var næstu sem maður hafi verið að snúa, sko. Þetta er fyrir tíma snjallsímastelpur. Þannig að ég var rosa mikið í svona skapandi greinum og og það ég er mjög mikla trú á bara skapandi greinum og samvinnu í tengslu við það þegar maður er að horfa á möguleika til að styrkja tengsl og í alþjóðasamstarfi og annað. Það er oft þessar greinar og bara eins og þið þekki gegnum þáttagerð og annað að verða til sko aðrar tengingar á milli fólks og þær tengingar eru ofta eitthvað sem maður líka styrkja hlutina síðan mær og ég segi stundum söguna því að ég fór þegar ég í kringum 20 og fór til Grænlands og ég var að skipuleggja námskeið í götuleikhúsi á milli Íslands, Grænlands og Færeyja og var í viku og trúðanámskeið í raunverulega á Grænlandi, mæli sérstaklega með. En nema hvað, að síðan sko mörgum árum síðar, 25 árum síðar eða eitthvað svo leiðis, að þá er ég að vinna því að stofna Arctic Initiative við Harvard sem að í raun og veru kjölfar þess að ég hafi verið í námi þar og þá átti ég rosalega bandamann sem ég var að vinna með. Og fólk var svona, já, þetta var semst menntamálaráðherra Grænlands sem að hjálpaði mér og vann með mér í alls konar verkefnum. En það sem fólk vissi ekki var að hún hafi verið með mér á þessu trúðanámskeiði 200 árum áður og það segir manni líka að þessi tengsl og sko það að taka þátt í alls konar starfi og vera eins og þið sína frumkvæði á að gera ólík verkefni þú veist ekki hvaða fræði þú varst að sá og kannski sko spretta þau upp 20 árum seinna einhver allt öðru samhengi en það er líka svo spennandi við þennan tíma, þessi ár þar sem að maður er í mennta og háskóla að vera duglegur að taka þátt í alls konar. Algjörlega. Brangelina eða Brad Pitt og Jennifer Aniston? Ég verði að segja Jennifer Aniston. Já, ég er dálítið það, sko. Þú er frendskona. Já, bara Jennifer Aniston, það er eitthvað svona gott í kringum hana. Já. Er það ekki? Algjörlega. Já. Hvert er þitt gælunafn? Gælunafn, sko ég heiti náttúrulega alveg Halla Hrund Lóadóttir sem hefur verið að því að ég hef verið töluvert úti og já, hvernig er það búið fram? Herru, það er bara í Frakklandi er það Alla, að því að þurft sleppa háinu í Bandaríkjunum er það Hella þannig að ekkert gælunafn nema bara, já ég hef ekki verið köllu neitt nema bara sem ég var krakki og var ég lambiðnar ömmu og dúana safa og eitthvað svoleið sko. Það er enginn í dag bara, hei lambiðnar ömmu? Nei, nú nota ég þetta miskunnlaust á dætur mínar. Ég meina sem er að verða 5 árun og einu sem er að verða 12 og ég er alveg bara lambið mitt alla leið við þær og ég finna þessi sem er 12 ára. Hún var á barnamanningarháttinu í Hörpu í gær
og var að syngja þar með hópi af krökkum, hún í Fíusól í Borgarleikhúsinu. Já, ekki. Og ég tók eftir að þegar ég var að kalla yfir hópin lambið mitt, að það var svona aðeins svona mamma please, ég 12. Ég að verða 12. Ekki lamb. Þannig að já. Þá kom að síðustu spurningunni. Já. Ef þú verður kosin forseti, Já. verður okkur boðið í tebolla á Bessastöðum? Svari hlýtur bara að vera já. Já, hlýtur að vera. En svona að öllu gamni sleftu og þá held ég að bara ef við horfum á hvað tækifæri þetta embætti hefur, að þá hefur það tækifærin að magna upp góður hugmyndir, bæði á Íslandi og líka hjálpa til við að stækka hlutina í erlendu samhengi. Og það hlutverk forseta að vinna af því að framtíðin verði þannig að hún verði spennandi sko fyrir þær kynslóðir sem eru á vaxúrgrasi núna og líka kynslóðina sem koma eftir. Þannig að samvinna við ungt fólk að því að móta framtíðin og efla tækifæri ungs fólks skiptir gríðarlega miklu máli. Og ef ég lít tilbaka að því að ég kem bara á venjulegu umhverfi, ólst upp í Árbænum, var mikið í sveit, austur og síðu og hef fengið alls konar tækifæri á átt landið okkar að með ólíkum hætti og notið þess kannski líka að verum tiltölulega þétt samfélag þar sem að hægt að fara í, hægt að búa til verkefni eins og teboðið eða sjónvarpsþætti eða hvað sem að ég held að sé mikilvægt að forsetinn hjálpi til, leggi lið við góðar hugmyndir og hjálpi að vaksa bæði heima en líka heima. Já, geggjað. Halla, bara takk fyrir að koma og gangið ótrúlega vel. Takk fyrir. Við erum spenntir að fylgjast með, Já, ótrúlega gaman að koma til ykkar. Og takk fyrir teð eða kaffi. Takk. Herru, þá byrjuðu bara Jón Gnarr, velkomin í teboðið. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Hvað fullt nafn? Jón Gnarr. Það bara það? Já, ég hét Jón Gunnar Kristinsson. Já. Breytti nafnunum mínu þegar ég bjóði í Bandaríkjunum. Já, sniðugt. Já, ég bjóði í Texas og breytti nafnunum mínu. Ok. Hvernig bera þeir það fram? Ha? Hvernig bera þeir það fram? Gnarr. Jón Gnarr. John Gnarr. Já, Jón Gnarr. Hvað gæðið? Hvað ertu gamall? 57. 57, Já. Hvernig áttu afmæli? 2. janúar. Sem versti dagur ársins afmæli. Já, þetta eiginlega verra heldur en afmæli á jólunum sko. Já, þetta alveg smá trauma. Já, að því þetta þú veist, þetta svona, þú veist, þetta daginn eftir, þetta stóri þingu dagurinn. Skilu það sem við einhvern veginn föttum, við erum búin að eyða aðeins meiri pening en við ætluðum, við erum búin að borða aðeins meira en við ætluðum, borða meira nammi en við ætluðum og drekka meira heldur en við ætluðum. En býttu, ef þú verður þá forseti, þá 2. janúar frídagur? Nei, held ég ekki, sko. Nei, því það verður gott, skilur við. Er afmæli forsetans alltaf frídag? Nei, það allavega einhver svona fánastöngsdagur, það ekki? Jú, það er flaggað þá, það þá flaggað. Ég meina, það þá gert eitthvað smá úr þessu, það þetta mjög góða punktur. Smá heilun, sko. Fyrir einhvern veginn, að því að yfirleitt þetta bara vörutalning. Það loka, þetta fær í elko ammæli eða römmæli, þetta fær í elko bara aðeins og slaka á eða loka fyrir vörutalningar það var engin pening þarna og ég veit ekki hvað gerir bara enda skemmtilega úr þessu, er það kannski ástæðan okkur að bjóða já, fram? Kannski, ómeðvitað Hver er uppáhaldsliturinn? Uppáhaldsliturinn minn? Já Sko, ég náttúrulega geti sagt svart, sko uppáhaldsliturinn minn held ég svolítið litblindur, sko. Já. Ég átti til dæmis ekki að fá, sko, bílpróf, af því ég svo litblindur. Ok. Já, en mér finnst grænn rosa fallegur, svo finnst mér líka svolítið, sko, svona tær glær. Eins og að horfa án í alveg bara tært vatn, mér finnst það rosa fallegt. Það eitthvað, ég veit ekki hvort það litur, en það Já, einmitt. Það geta alveg litur. Það góð pæling, já. Herru, þá ætlum við að fara í það smálefnilegra. Já, þú veist, og bara svona rauninni þess að auðvitað fólki að geta tekið ákvörðun hvernig það að kjósa. Já. Þá erum við með, eins og segir, stutt og nýtt með svör eru best, Já. Hver uppáhalds Kardashian systín? Sko, ég segi Kim.
hygglust, já mér finnst hún æðisleg já. Hún frábær hver þín uppáhalds chick flick bíómynd? Notebook, Mean Girls Clueless já, ég myndi segja Clueless ég Clueless æðisleg já, ég myndi segja sumum þeirra nægi ekki bara. En Clueless var æðisleg já. Geggjað Ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Það veit ég ekki einu svona hvað það er Báðar fyrirverandi Justin Biebers það er svona, sumir halda freka með Já Ég bara bæði Já, gott svar Já Algjörlega Hvor var betri, Barbie eða Oppenheimer? Barbie Mér fannst Barbie æðisleg Fannst hún ekki geðveik? Ég fannst hún æðisleg og mér fannst svona það mynd sem kom mér algjörlega óvart ég var einhvern veginn ég vissi ekkert hverju ég var að fara eiga vona á mér fannst hún æðisleg, er ég að tala lengi? Nei, má tala mér fannst hún æðisleg, hún kom mér algjörlega óvart og Oppenheimer var bara nákvæmlega eins og ég hélt hún yrði bara nákvæmlega, rosalega flott, rosalega löng og köflum óbóðslega leiðileg Barbie fannst mér aldrei leiðileg og svo kom hún mér bara ógeðslega óvart líka með innihaldi mér fannst bara mjög mikið innihald í henni sem hreyfði alveg við mér Já Herru, hvað er þitt celebrity crush? Ég er ógeðslega svag fyrir breskri leikonu sem er grínleikona eða leikona sem heitir Julia Davis og mér alltaf langa alveg ógeðslega mikið að hitta hana og ég veit hún var á Íslandi fyrir svona 2 árum síðan og ég reyndi alveg að einhvern veginn að koma skilaboðum til hennar eða eitthvað en þú veist hún er algjörlega æðisleg og ég hvet fólk til þess að kynna sér Julia Davis og hennar verk og við munum klálega að gera það þurfum að gera það En hvað er þitt uppáhalds Justin Bieber lag? Það veit ég ekki ég hef ekkert sérstaklega gaman af músík Nei þannig að ég veit það ekki ég þekki ekki muninn á Justin Bieber og Justin Timberlake Nei, ég bara algjörlega næsta spurning er samt líka músík tengd en hver er kóngurinn? Er það Bubbi eða Bó? Já Bubbi fyrir mér ég er náttúrulega bara svolítið sú kynslóð sem að bara elst upp í Bubba og hann er bara svona þú veist ég lít svolítið á hann sem svona stóra bróður minn þó hann líti kannski ekki alltaf á mig sem einhvern litla bróður sinn það er mjög gott Botnaði setninguna Karma is a bitch Hárrétt Já, veist þú hver Alex Earl er? Hver? Alex Earl er Nei En hver er það? Hún er TikTok-stjarna Já Þú var að kynna það Samfélagsmiðla Allt er góð, alltaf læri eitthvað nýtt Hvert er kínverska stjörnumerkið þitt? Hvað, mitt kínverska? Hestur Ég er eldhestur Ok, vá, vissir mér þess að líka Firehorse, já Herru, finnst þið Jennifer Lopez betri söngkona eða leikkona? Bæði Já, mér finnst hún eiginlega bara jafnvíg það er ekki, fyrir ekki alltaf saman oft eru söngvarar eða tónlistafólk líka að fara að leika og það er einhvern veginn bara svona Elvis gott dæmi, ég bara, þú veist bara haltuðu við söng músík bara, please, þetta er bara, já, ok Já, einmitt Nei, þú mátt alveg svara, þetta er tíma ekki, þetta er ekki svo stressandi Nei En trúar á drauga?
Nei. Ekki merkingunni drauga, nei. Já, þú trúir ekki drauga. Nei, trúir ekki drauga. Nei. Ok, hver frægasta manneska sem þú hefur hitt? Frægasta manneska, allir ekki Bono. Já. YouTube. Vá. Já. Hvað heitir hann? Hann kom hérna, því ég var borgarstjóri Reykjavík, þá kom hann til Reykjavíkur að því hann langaði svo að vera í Reykjavík á gamlárskvöld. Og hann var á Brennu, Ármótabrennu og ég var kynntur fyrir honum þar. Hann var með fjölskyldunni sinni. Kekkja. Og já, rosa, kom mér óvart, hann töluvert lágvaxnari heldur en ég hafði ímyndað mér og hann rosa trúaður. Hann var alltaf, ég segja, God bless you and your family, God bless your work. Ok. Já. Það kemur óvart. Já. Telur þú O.J. Simpson vera sekan eða saklausan? Hann var sekur. Það held ég að sé alveg ljóst og bara ömurlegt að hann skildi komast upp með þetta, mér finnst það bara ömurlegt. Já, glata, sko. Það er ömurlegt, sko. Já. Hvert er þitt guilty pleasure lag? Guilty pleasure lag? Já, einmitt, sko... Ætli það sé ekki Sommartíður. Sommartíður? Já. Er það danst, já? Nei, sænst. Sænst, já. Sommartíður, hei, sommartíður. Það er gamalt svona sænslag. Ég er svag fyrir sænsku og öllu sem er sænst. Gæðt? Já, ég tengi. Svona Midsommar. Já. Eru geimverur til? Já. Geimverur eru til og það eru til sko geimverur sem að hafa alveg vit og eru jafnvel klárar en við, já. Shit. Hefur hittað þér það? Ha? Hefur hittað þér það? Nei, en ég hef svona nokkuð svona staðfasta trú það að það séu til og mér finnst, ég var bara að tala við flugmenn daginn, fekk að setja fram í flugvél daginn og ég var að spyrja flugmenn hafið þið séð svona fljúandi furðhluti? Já, oft svo er. Ok, það er svolítið. En þú veist, maður veit ekkert hvað það er þannig að maður getur ekkert sagt að það sé. Nei, það eru líklega. Mjög líklega, já. Ég held að það sé verið að fylgjast með okkur svona einhverjar verur út í geimnum sem eru svona að hafa auga með okkur hvað við erum að gera og svona. Skellir lægjandi bara. Já. Er þið royalisti? Nei, ekki, sko, ég sko, svona, ég hef ekkert rosa gaman að krán. Nei, og svona, þú veist, en samt alveg skilji þetta og ber alveg virðingu fyrir þessu svona, ég er ekki royalisti samt, sko. Mér finnst þetta alveg pingu skrítið, sko. Þetta er það. Já. En það er svo gaman við það, sko. Já, ég hef hitt prinsessu, ég hitti Viktoríu krónprinsessu. Svíþjóðar, já. Ok. Já, átti svona ágætis fund með henni, sko. Hún var að spyrja með alls konar Ísland og Reykjavík og svona. Og virkilega elskuleg, sko. En svona, þá fór ég í Kastalan, í Svíþjóð og það er alveg smá skrítið, sko. Þetta er alveg svona, alvarlegt. Já, og þetta er náttúrulega big business, sko. Þetta er rosa miklu peningar í þessu, sko. Já. Og sérstaklega bresku, sko. Já. Hver var þinn besti James Bond? Uppáhalds James Bond? Ég veit það ekki, sko. Daniel Craig fannst mér bara fínn, sko. Já. Hefurðu heyrt sultuhund? Sultuhund? Það hringir einhverjum bjöllum. Já. Sultuhundur. Veit ekki hvað það er. Nei. Hvað er það? Algjörlega. Hvað er uppáhalds raunveruleika þátturinn? Sko, ég horfði rosa mikið á Osborns þegar það var. Já. Það fannst mér rosalega gaman.
Svo uppáhalds raunveruleika þáttur minn allra tíma The Joe Smo Show og sko það svona á einhverju gríni, svo fannst mér líka ógeðslega, ég horfði á alla Alone þættina, hafið séð Alone, þá bara fólk það farið með það eitthvað í Alaska og það skilið eftir þar bara með kameru og þarf að bjarga sér bara eins lengi og mögulega getur. Pínu Survivor dæmi. Já. En þú er bara ein og þú var eiginlega enga hjálp, þú fær kannski hafa með þér hníf og band eða eitthvað. Shit. og þetta í Alaska og alltaf rétt á þarna veturinn kemur. Þannig að og svo þetta bara svona 10 manns sem dreift eitthvað hér og þar Alaska og svo þú bjarga þér og þú ert að reyna að vera lengst af öllum. Okay. Vá. En það er svona myndaðalega krú bara með Nei, þú er bara ein með eitthvað GoPro vélar sem þú þetta stilla upp og creepy. Já, mjög creepy. Já. Hvort ertu tím Kim Kardashian eða Taylor Swift? Taylor Swift, mér finnst hún æðisleg. Já. Hún er æðisleg. Já. En hver eru leiðilegustu raunveruleika þættirnir? Leiðinlegustu raunveruleika Bachelor. Já. Ég bara... Hot take, en já. Já, sko, minnst þetta svo predictable. Raunveruleika þættir, náttúrulega bara sko Love on the Spectrum, finnst mér æðislegir þættir. En svona, já, Bachelor, já, mér finnst sko og allt þetta Housewives dæmi, ég skilir því. Já, ég erum big fans, sko. Þeir eru óskilir. Ég næði þess ekki, sko. Já. Hvað er 6 um 6? 36. Já, vel gert, já. Heldur að Kanye West sé klón? Kæmi mér ekki óvart, sko. Nei, mitt. Gæli verið. Já. Hver er þín allra uppáhalds bíóspóla? Terminator 2. Já. Hefurðu hlustað á tilboðið? Nei. Jæja. Slæm. En hver er svona þitt celebrity lookalike? Hefur verið líkt við eitthvað frægan? Já, mér verið líkt við það þegar ég var sko yngri og við vorum báðir yngri og mér oft líkt við James Spader. Það er flettið. Ég þarf að fletta því, sjá hvernig hann lítur út. Já, en þá vorum við báðir sko svona með svolítið svona sítt hár og með eins gleru vorum var oft líkt saman en sko ég man ekki eftir því sem sagt hvað sagði hann héti? James Spader. Hefur þið alltaf langað að vera frægur? Já, góð spurning. Nei, mér hefur ekkert alltaf langað það. Sko, en ég hef svona vanist því og það hefur verið svona norm fyrir mig, vegna þess að ég er alveg búin að vera svona þekktur sko frá því að ég var unglingur. Og það hefur verið svona eitthvað svona norm fyrir mér að vera þekktur, vera umtalaður, vera umdeildur. Já. En sko, svo finnst mér bara þetta að vera frægur á Íslandi, það er svo allt öðruvísi heldur en að vera frægur í útlöndum. Það, eins og mjög góðu vinnur minn, sko, vinnur í Los Angeles og hann, sem sagt, hann sá einhvern mann, það var á einhverjum húsvegg, þá var mynd af Georg Bjarnfreðarsyni, og hann við vorum að keyra og hann öskraði, hann sagði, svo frægur you're huge here, nei, þetta er ekki eins og í LA, þetta er ekki, ég fer alveg ennþá í bónus og krónuna og svona, bara, hann og vinnan mín, það sem ég er að gera, að vera grínisti, að vera sjálfstætt starfandi leikari, hefur byggt svo mikið á því að fólk viti hver ég er. Brangelina eða Bennifer? Brad Pitt og Angelina Jolie eða Brad Pitt og Jennifer Aniston? Pitt og Jolie. Já. Ertu með eitthvað
gælunafn? Já, Jónsi. Jónsi? Já. Það sem sagt oft grínast með að það eru 3 Jónsar, sko. Ég sem sagt Jónsi Punk, Jónsi Svörtum fötum og Jónsi Sigurús. Já. Þú Jónsi Punk? Já, Jónsi Punk. Ég var punkari, sko. Eða punkari. Já. Áallt punkari. Já, það svolítið þannig, sko. Já. Eitt sem punkar á allt punkar. Já. Jón, þá það síðast spurningin í dag. Já. Ef þú verður kosin forseti, verður okkur boðið í tepolla á Bessastöðum? Já, ekki spurning. Ekki? Það ekki spurning, sko. Það frábært, en þá segjum við bara, Jón, takk fyrir að koma. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir að bara fá mig. Já, gangi ótrúlega vel í baráttunni. Já, takk fyrir. Og við hlakkum bara til að fylgjast með. Jú, hlakka til að taka á móti ykkur á Bessastöðum. Katrín, velkomin í teboðið. Velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Hvað er fullt nafn? Katrín Jakobsdóttir. Já, gott að vita. Og aldur? 48 ára. Ok. Hvenær er afmæli? 1. febrúar. 1. febrúar, þannig að þú ert vasperi. Já, ég er alveg bara dæmigerður vasperi. Já. Sko það. Hvað er uppáhaldsliturinn? Ég myndi segja að fer svolítið eftir hvað maður er að gera. Gaman að vera í rauðu þegar maður er svona að skemmta sér. En blátt er svona dálítið liturinn sem ég fer í svona dagstæðlega. Þá ætlum við að byrja bara að spyrja nokkra svona spurningar, sko, sem að hlustundur okkar vilja vita svörin við, sko. Ok. Já. Þannig, en það er alveg skililegt að það er eitthvað sem þú veist ekki eða getur ekki svarað. Ég segi bara strax að ég veit örugglega lítið sem ekkert. Ég held að eftir að koma sjálfur rófast. Ok, ég vona það bara. Já, hver er uppáhalds Kardashian systir þín? Ég held ég þekki bara Kim Kardashian, sko. Þannig að verði ekki þá ekki bara að segja hana. Já, það er bara gott svar, sko. Já, frábært svar. En hver er þín uppáhalds chick flick bíómynd? Chick flick? Er það Svona sem eins og gælubíómynd? chick lit? Þú veist, já, nú spyr ég á móti. Ég meina Mean Girls, er það chick flick. Það er skemmtileg mynd. Já. Það er skemmtileg mynd. Það er góð mynd, sko. Já. Sammála því. Ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Nú ertu alveg að ná mér, sko. Þú veist, ég bara er ekki inn í þessu. Hailey Bieber er skild Justin Bieber. Já, konan þessi dag. Og Já. Selena er sérst fyrrverandi og sumur eru skilur með svona hvora ættan að vera með. Og hvað finnst ykkur? Í dag myndi ég að segja Hailey. Já. Það er konan sem hann er með í Já. dag. Já. Þannig ég vil En ekkert verður að breyta maður ekki bara því. að standa með því? Jú, er það ekki? Jú, ég ætla bara að standa með núverandi konu. Já, Hailey Bieber. Já, það er bara flott. En hvor var betri, Barbie eða Oppenheimer? Sko, það eru báðar frábærar. Það er rosalega erfitt að velja því þú veist, þetta eru svo ólíka myndir. En og ég vakti allan tíman yfir Oppenheimer en fólki sem ég var með sofnaði. Þannig að ég á mjög erfitt með að gera upp á milli. Ég sá þær ekki saman, skiljiði. Nei, mitt. En þetta voru geggjaðar myndir, bæði. Hvað er þitt celebrity crush? Já, ok, já. Sko, ég er náttúrulega svo öldruð orðin að þú veist, á mínum aldrei voru allar margar, allavega ástfannar annarkvort að Brad Pitt eða Keanu Reeves. Já. Það var svona, ég var alltaf Keanu Reeves tíma. Já. Já. Það er gott svar. Já. Hvað er uppáhalds Justin Bieber-lagið þitt? Þú mátt syngja það. Nei, það viljið ekki. Ég er núna bara er ég algjörlega frosin. Mér líður eins og ég sé spurningarleika bara. En ég veit samt að ég hef hlustað á Justin Bieber lög og finnst þau góð. Ok. Já, bara nóg. Já, bara nú. Hvað segir þú? Hver er kóngurinn? Bubbi eða Bó? Þetta er erfið spurning. Ég ætla að dýrka Bubba. Og Blindsker er bara uppáhalds Bubba-lagið mitt. Þannig að þú veist, Bubbi er svona að mér sérstakast það í hérstanu en það elskar náttúrulega allir Bó líka. Bara þó líði ár og öld og allir fara að gráta. Einmitt. Já. Algjörlega. Er ekki bara pláss fyrir marga konga? Jú, í þessu landi. Örugglega. Botnaði setninguna Karma is a... Karma is... Er eitthvað eitt rétt svar? Nei, ég bara segi þú þetta. bara segi þitt. Karma is justice.
ég var að prófa það. Já, það er gott. Hljómar eins og ég sé svona einhverja rostu svona, þetta er svona örlaðanorðnar lína. Þetta er það svo. Þetta er það sem karma er, sko. Veist þú hver Alex Earl er? Nei. Allt í góð. En veistu kínverska stjörnumerkið þitt? Já, ég er fædd á árið dregars. Já. Það er alveg gott. Þetta er það Sko þitt ár. vassberi og dregi, sko. Vá. Það er náttúrulega drega ár núna. Já. Heyrðu, Já. nú skil ég okkur ég tók þessu ákvörðun. Já, það lítur að vera. Það lítur að vera eitthvað Það útskýrir mjög mikið. Já. Þá, sko, hér kemur maður til að finna svörin. Já, akkurat. Algjörlega. Finnst þið J.Lo vera betri söngkona eða leikkona? Mér veist hún, sko, hún náttúrulega byrjaði sem söngkona, ekki sett. Byrjaði Já, við nefnilega heldum þetta væri Ég held þetta væri þannig, að því hún er mjög góð leikkona, en hún var einhvern veginn svona fræg sem söngkona með svona ákveðin stíl, en mér veist hún góð leikkona. Já. Trúir að drauga? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég er aldrei lent í neinum draugalegu. Drauga gangi. Jú, ég sko, ég hef, þú veist alveg, einhvern tímann var ég stödd í Skálholti og ég var ein í Skálholtsskóla að sofa og það var janúar og það var dimmt og það var rok og þá fannst mér bara eins og það væru gamlir biskupar á ferðum ganginn, sko. Mér fannst ég heyri þeim, sko. Já. Þannig að ég get alveg trúið að drauga þegar aðstæður eru þannig. Já. En svona dagstæðlega, nei. Nei. Hver er frægasta manneskja sem þú hefur hitt? Ég hef verið hvað er að hitta? Er nóg að segja bara halló eða þannig? Já, það ekki. Já. Þú veist, Arnold Schwarzenegger. Já. Hann er freka frægur. Já. Svo náttúrulega hef ég hitt Bandaríkjaforseta miklu meira. En svona, það er ekki mjög spennandi, er það? Hvaða forseta? Bara bæði Trump og Biden. Já. En er ekki Arnold bara... Þetta er allt mjög frægir. Já. Ok. Já. Slatta frægum. En þú veist, ég var algjörlega svona stjörnuslegin, þannig að ég bara eitthvað svo bara leiði við mig. Nei, skiljanlega. En hvort til þú O.J. Simpson vera sekan eða saklausan? Þetta er erfið spurning. Sko, O.J. Simpson lék náttúrulega í Naked Gun myndunum, þannig að mér fannst þetta mjög hræðilegt þegar þetta mál kom upp. Og svo var hann sýknaður en samt eitthvað sakfelldur seinni í einhverju einkamáli. Þannig að það er mjög erfitt að leggja mat á þetta. En ég man bara eftir hanskanum sem hann var sýknaður á. If the glow don't fit, you gotta quit. You must quit. Já, must quit, já. Rosalegt. Legg ekki mat á þetta. Nei. Hvert er þitt guilty pleasure lag? Þessi er góð. Sko, ég hef, ég elska bara svona væmin lög, skiljið, þannig að ég til dæmis elska bara að hlusta á Celine Dion eða eitthvað, bara heima hjá mér og njóta. Whitney Houston. Já, og Whitney Houston. Whitney Houston er náttúrulega bara drottning. The greatest love of all. Það er bara svona erfitt að topa það lag, sko. Maður fær bara tár í augun. Já. En eru geimveru til? Það er ekki dólíklegt, sko. En hvað veit maður? Alheimurinn er stór, sko. En ég hef ekki séð þess. Nei, ekki ennþá. Nei. Ég er endar elska vísindaskáldsögur. Þannig að þú veist, ég elska allan myndir sem gerast út í geimnum. Þá er bara kviknar á mér, sko. Já, ok. Sci-fi. Já, minnst það skemmtilegt. Star Wars. Ég elska Star Wars. Allt eiginlega bara, ef það er þetta geimi, þá finnst mér það svona frekar líklega gaman. Geðvitt. En aftur á jörðina, ertu royalisti? Ég er náttúrulega lýðveldissinni, mjög glöð með að búa í lýðveldi, en ég er ekkert eitthvað á móti kóngafólki, sko. Nei, einmitt. En ég er ekki svona, horfi ekki á brúðkaup kóngafólks í marga klukkutíma. Og tekur frívinnunni og... Nei, ég gerði það ekki, en svona, ég sé, þú veist, ég á vinkonur sem gera það og er alveg, þú veist, bæði þarna útföru Elisabetar og var ekki svo krýning eða eitthvað. Það er bara sátu yfir þessu og voru með boð og úrskursamlangur og svona. Teboð, já, teboð. Það er bara að bjóða okkur, sko. Já. En hver var besti James Bond fyrir þér? Mér finnst Daniel Craig frábært James Bond og
það kom mér á óvart, hvað mér fannst hann ótrúlega góður, en Sean Connery er náttúrulega svona þessi upprunalegi, skilji, en ég er eiginlega bara hrifnist af Daniel Craig, mér finnst það góða myndir. Já. Hefurðu heyrt sultuhund? Sultuhundur? Já. Geggja orð. Já. Ég veit samt ekki hvað það þýðir. Nei, ok. Ætlaðu að segja mér það? Nei. Ekki strax. Ok. Gerum við eftir. Ok. Hver er uppáhalds raunveruleika þátturinn? Ég hef ekki hort á margar raunveruleika þætti. Mér finnst mest gaman að svona Top Chef þáttum. Þar sem fólk er að elda og mér finnst svo gaman að borða sjálfri og mér finnst geggjað að horfa fólk elda og svo kemur, ég held að þessi Top Chef, þau eru alltaf sama fólki í dómnefndinni og eru svolítið svona grimmi fólk, mér finnst það skemmtilegt. Það er geggjað. Svo náttúrulega í gamla daga var það náttúrulega Rockstar þátturinn sem Magni var í. Já, Rockstar Supernova. Já, það var góð þáttur. Hvort ertu tím Kim Kardashian eða Taylor Swift? Taylor Swift, myndi ég nú segja. Þetta er Swiftie. Já, allir það ekki. Já. Hver eru leiðilegustu raunveruleika þættirnir? Ég hef til dæmis aldrei tengt neitt rosalega við Bachelor. Skil það ekki alveg svona. Svo var náttúrulega, Survivor var ótrúlega vinsælt, en ég held að Bachelor sé nú, ég tengdi ekkert við það heldur, en Bachelor held ég verra. Já. Hvað er 6x6? 36. Fljótt svara. Þetta eru góða spurningar. Ég er með hana. En heldur þú að Kanye West sé klón? Nei. Ok. Já. Hver er þín allra uppáhalds bíóspóla? Bíóspóla? Bara bíómynd, mennar þau? Erfið spurning. Elska gamlar Hitchcock-myndir. Það er allt svo flott í þeim. Það er svo flott útlitið á öllu að ég get hort á þær aftur og aftur. Psycho, Star Wars eru náttúrulega uppáhaldsmyndina mína frá upphafi. Og hvað er uppáhalds Star Wars myndin, ef ég má spyrja? Empire Strikes Back, episode 5. Já. Nei, ég er big fan líka, sko. Ok, það er mín uppáhalds. Já, hún er svo dimm, sko. Já, einmitt. Hefur þú hlustað á Tepóðið? Ég hef ekki hlustað á Tepóðið og ég hlusta aldrei eiginlega á hlaðvörp. Og nú er ég búin að læra það í þessari baráttu að það eru öll að núti að hlusta á hlaðvörp. Þannig að ég á eftir að hlusta á okkur hérðan af, sko. Já. En ég bara er fædd 1976 en mér líður eins og ég sé fædd 1936 því ég skil þetta bara ekkert, skilu. Ég kveiki bara útvarpinu, það er bara eitthvað bylgjan eða og ég bara hlusta á það. Þannig að ég þarf að tilhenga mér þetta. Já, mæla með Tepóðinu. Ég veit það, ég get sagt ykkur það að syni mínir hlusta stundum á okkur. Já, þeir veit allt um þetta. Ok, frábært. Þannig að fá í Tepóðinu. Já. Þeir myndu geta svara sem miklu betur en ég. Hvert er þitt celebrity lookalike? Þess að eitthvað frægur sem líkist mér. Já, hefur þið verið líkt við eitthvað? Sagt við það, þú minnir mig á? Nei, mér þetta nú bara enginn í hug. Það var einhver leikun og var það Keira Knightley eða eitthvað sem einhverjum fannst lík mér, en ég er nú ekkit eitthvað, sé það ekkit alveg, skilja. Nei, skilt það alveg smá. Já. Hefur þið alltaf langað til að vera fræg? Langar ekkit mikið að vera fræg endilega, en ég hef ég er ekki trædd við að vekja athygli, ég er ekki feimin, mér finnst alveg allt, mér finnst ekkert mál að fara upp og halda ræðu eða vera fyrir fram fólk, en ég veit ekki hvort það merkir að langa að vera frægur, eða hvort manni finnst bara gaman að að fá athygli. Já, það er það sama. Við erum með fólki einhvern veginn og það er ekkert að því að langa að vera frægur. Það er ekki líkt að því. Mér finnst það bara fínt. Mér langaði alveg að vera popstjarna þegar ég var lítil. Já. En ég get ekki sungið og ekki dansað. Skellur þegar mann langar að popstjarna en getur ekki sungið. Það er erfitt, sko. Það er mjög erfitt. Ég sé ekki bara að vinna með það. Það var ekstra inn í þess. Já, þetta er ekstra inn í mér. Þetta er líka bara að drega blóðið. Já, klálega. Ég held það. Brangelina eða Bennifer, sem sagt Brad Pitt og Angelina Jolie eða Brad Pitt og Jennifer Aniston. Já, en er hann ekki skilið með þær báðar? Jú. Já. Þetta er bara svona hvor helstu meira með það. Ég þessi ekki þetta. Þær eru báðar bara flottar, sko. Flottar konur finnst mér, sko. Þannig að þetta eru sterkar konur. Já.
Þú segir Angelina og Jennifer. Já, bara með þeim í liði og skilum bara eftir. Við skilum bara eftir bara. Já. Það er svo gott svar. En hvert þitt gælunafn? Ég oft kölluð Kata. Já. Og var alltaf kölluð það því ég var lítil. Kata. Já. Mjög kjút. Herru, þá komum við að síðustu spurningunni. Ef þú er kosin forseti, verður okkur boðið í tebolla á Bessastöðum? Í tebolla á Bessastöðum? Ég veist, mér finnst þetta skemmtileg þáttur, þannig að ég held að það kom alveg til greina, sko. Það ekki. Tebolla á Bessastöðum, það er alveg eitthvað, sko. En þú veist, ég hef rosalega gaman á að hitta fólk, en þið eru ekki fyrsta fólki sem leggur til að koma í boð. Þannig að ég verður örugglega bara með boð á hverjum degi og kjörin. Algjörlega. En það er bara fínt. Já. Ekki Bessastaður að vera fyrir fólki? Jú, ég held það. Algjörlega. Þá segjum við bara, Katrín, takk fyrir komuna og gangið vel. Já, klakk til að fylgjast með. Takk fyrir að bjóða mér bara. Takk. Herru, Ástór, velkomin í teboðið. Takk fyrir það. Hvað er fullt nafnið? Þú veist, hvað heitirðu? Ég heiti Ástór Magnússon Víum. Víum, já. Já. Hvað ertu orðinn gamall? Ég er orðinn 70 ára gamall. Já. Okay. Hvernig á afmæli? 4. ágúst. Það var Líó. Það er ég ljón, já. Ljón. Já. Ljónin berjast og ég er að berjast fyrir að fá frið í heiminum og virkja Bessastaði til friðamála. Að við lesi bókina mín að virkja Bessastaði. Ekki ennþá, við eigum það inn í listanum. Það er komin ný útgáfa á vefinn og hún er með mínu lífskaplöpi öll þessi 28 ár sem ég hef verið í þessum fórstaframböðum, lýsi því svolítið. Já. Og svo er boðskapurinn, þessi bók líka, hún er óbreytt, boðskapurinn er óbreyttur. Ok, bara ný útgáfa. En heimsmyndin er að breytast. Já, einmitt. Og það ég vil skora á ykkur og ykkar hlustundur að lesa þessa bók. Algjörlega. Kannski bókabúðið takja þess næst. Inn á vefnum mínu núna.is er hægt að fá ókeypis eintaka bókinni. Ok. Þess að rafrænt að lesa hana þar og svo er þetta að fá flotta húur og bóli og svoleiðis. En mér finnst alltaf voðalega leiðilegt, ég veit að ég vilja hafa svona huggulegt teboð, en við þurfum að tala um þetta hér. Já, hvað er að gerast þarna? Þetta er lítið barn sem er fætt eftir að vera orðið slys með kjarnorku. Já, með Tjernobyl. Já, þetta er frá Tjernobyl. Og þetta er það sem myndi gerast eftir kjarnorku sprengju. Algjörlega. Já, og Íslandi er í dag ógnað með kjarnorku sprengju. Frá Rússlandi þá? Já, það er talað bara mjög, flestir hernaðarsérfræðingar er á því að ógnin sé mjög raunveruleg. Já. Þannig það þarf svolítið meira en eitthvað huggulegt teboð og smákökur með allri virðingu fyrir því. Já. Núna við þessa forsetakostningar. Já. Því það eru bara 2 valkostir í þessum forsetakostningum. Það er annarkvort stríð eða friður. Og það er aðeins einn frambjóðandi sem er að berjast fyrir frið og hefur gert það í 28 ár og sýnt staðfestuna. Ég gefst aldrei upp. Nei, það er rétt. Já, ég er hérna aftur og aftur þá til þetta gerist. En þetta er í síðasta sinn. Þetta er síðasta sinn sem þú ætlar að bjóða fram? Já, vegna þess að ef að ég ekki vinn þessar kostningar og kemst inn á Bessastaði til þess að koma á friðarsamningu við Rússland, þá tel ég að Íslandi verði eitt með kjarnorkusprengju. Já. Þetta er mjög alvarlegt. Ég er ekki að grínast með þetta. Nei. Þannig að þetta, Íslandingar hafa bara núna val það að virkja embættið í þetta eða ekki. Allt hjal eitthvað annað er bara innantómt með þessa hættu yfir okkur. Ég stefni ekki á eins og sumir að vera eitthvað mörg kjörtímabil á Bessastöðum. Ég vil vera 1 kjörtímabil og ég vil bara fara leið og ég væri komin inn á Bessastaði. Þá er það bara mitt fyrsta verk á einhverjum dögum að fara til Rússlands, fara til Bandaríkjanna, fara til Úkraínu og reyna að afstýra því sem er að gerast að það verði ráðist á Ísland með kjarnorkuvopnum. Já. Heldur þú sé auðvelt að fá að hitta Pútín? Sem forseti Íslands tel ég að það verði auðvelt, já. Mjög. Það er crazy. Það talar crazy hans, sko. Já, það er alls konar rangar upplýsingar í gangi. Það eru fræðimenn í friðarmálum sem hafa talað ástandið eins og það er og það er ekki, við fáum ekki alveg réttar upplýsingar. Það er talað það, jável var gert í fyrra að Úkraínumenn væri að vinna þetta stríð. Þeir eru ekki að vinna þetta stríð, þeir eru að tapa þessu stríði og það er ekki hægt að vinna Rússana vegna þess að ef að Rússunum finnst þeim ógnað og þeir finnst þeir vera að tapa þessu stríð, þá grípa þeir í kjarnorkuvopnin.
Þannig að hvernig sem á það litið að þá þessi hugmyndafræði ætla að vinna Rússana algjörlega út úr kortinu. Við þurfum að opna á viðskipti, samskipti, menningu aftur við Rússland og boða frið hjá þeim. Fá þá til þess að hætta árásunum í Úkraínu sem búið að rústa því landi. En svo innrásin kom fyrir rúmum 2 árum inn í Úkraínu kom ekkert í neinu tómarúmi. Það gerðist ekki neinu tómarúmi, ekkert frekar en það sem gerðist niður í Ísrael fyrir einhverjum mánuðum eða í fyrra. Að það gerðist heldur ekki til tómarúmi. Þetta á sér lengri aðdraganda og við þurfum að leysa það sem grunnorsökin og það það sem ég vil gera með friðarsamningum. Það til lausn fyrir Úkraínu sem allir ætti að geta sætt sig við og það svipuð lausn og var gert með Sviss 1648 að þá var stríð í Sviss og það var leyst með svokölluðum sambandslýðveldissamningum sem að gerði það að fólkið fekk völdin sjálft, það voru sjálfstjórna héruð en undir einu lýðveldi, svona svokölluðu sambandslýðveldi og það svona, ef við horfum á það til dæmis saman til Úkraínu þá má hugsa sér til dæmis að fólki á Krímskagan verði svona hálfgert sjálfstjórna hérað undir ríkisstjórn Úkraínu í Kíev. Og sama með austurhéruðin og ég tel alla líkur á að Rússar myndu samþykkja svona samkomulag. En það byggist á því þá að Úkraína sé hlutlaust ríki og verður þá svona miðstöð á milli austurs og vesturs í viðskiptum og menningu og svoleiðis og þetta geti fært gífurlega tekjur og velmegun til Úkraínu í framtíðinni. Þetta hefði náttúrulega átt að gera áður en að var ráðist inn. Ég skrifaði bréf til Zelenský, forseta Úkraínu og til Putin, forseta Rússlands áður en að innrásin hófst og lagði til þessa lausn og þetta lausn sem hefur verið unnin með mörgum fræðimönnum sem tengjast Friði 2000. Friði 2000 eru samtök sem var stofnuð fyrir 30 árum og meðal stofnenda var meira að segja fyrir forsætisráðherra Íslands, Steingrímur Hermannsson og konan hans og þúsundir annara og þetta eru samtök með ítök eða samskipti í 40 löndum. Þannig að það bíða raunverulega milljónir friðarsinna eftir því að við virkjum forsetaembættið þannig að forseti Íslands geti komið, verið kyndilberin, fánaberin fyrir frið í heiminum. Við munum fá milljónir manns út á göturnar að krefjast þess og við fáum frið. Og þetta rugl hætti. Flóttamannastraumur til Íslands, hann gerist vegna þess að stríð framleiðir flóttamenn. Þetta bara eins og öflug verksmiðja sem að framleiðir eitthvað og svo tökum við bara á móti þessu. Það þarf að stöðva þessa framleiðslu. Það lausnin. Við getum ekki tekið á móti endalausum flóttamönnum, pínulítið ríki eins og Ísland. Það algjörlega óraunhæft. En ég samt ekki fylgjandi einhverjum gráum fyrir játnum landamæri, það virkar heldur ekki. En það þarf að leysa þetta, þannig að leysa þessu hjá fólkinu heima hjá sér, þannig að verði ekki flóttamenn og það sækist ekki í að koma til Ísland sem flóttamenn og leggjast á samfélagi okkar sem einhvers konar flóttamenn. Fólki komi bara sem að vil vinna hérna og þar erum við með þessa hugmyndafræði að Sameinuðu þjóðirnar eða nýjar Sameinuðu þjóðir, því að þær virka ekki eins og þær eru, það þarf að byggja upp aftur og það byggist upp á Íslandi. Og Ísland verði þannig land friðarins í heiminum, miðstöð friðar í heiminum. Það falleg hugsun. Og það sem þú ert allavega búin að segja okkur tilbúrslustundum að hvað þau að kjósa, ef þau kjósa þig. Já, þá það að kjósa mann sem að gengur í það strax, ekki að fara að vera ykkur róliheitum, ykkur eldri borgar á Bessastöðum. Ég að fara strax í það innan fárra daga frá því að ná kjöri að knýja á friðarsamninga. Það það sem ég vil gera. Vegna þess að ég til hættuna svo gigantíska að við höfum bara ekkert efni á öðru. Allir aðri frambjóðendur sem að ég hef séð, allur málflutningu þeirra, hann snýst eitthvað allt annað en þetta. En þetta það sem skiptir máli. Þú hefur ekkert hreint umhverfi, enga náttúru, þú hefur ekki eins og mannlíf ef við lendum í þessu. Nei, rétt. Þá þetta bara búið hérna.
Það er mikilvægt að þeir sem eru að kjósa og sérstaklega kannski svona unga fólki kynnist þér. Þess vegna erum við með svo aðeins öðruvísi spurningar en ég er ánægð að þú ert búin að koma og segja okkur. Já, þú mátt ekki klippa þetta út. Ég vona að þetta fari... Ekki klippa þetta. Nei, ég vona að þetta fari bara, boðskapurinn með fari hreinn út. Við lofum því. RÚV hefur áður klippt svona komment frá mér út. Nei, þetta voru allt inni. Pössum við på það. En þú voru þá líka verið með góð svör hérna til þess að unga fólki kynnist þér almennilega, sko. Þannig við byrjum á hérna, og þetta eru málefni sem þau pæla mikið í. Hver er þín uppáhalds Kardashian systir? Þarna er ég alveg, það eru alla flottar. Já, geggja svar. Hver er þín uppáhalds chick flick bíómynd? Chick flick? Já, svona gellubíómynd. Gellu, er það ekki Barbie? Já. Geggja svar. Þið eru allar í Barbie-stíl hér. Kökurnar eru einhvers konar Barbie-kökur. Já. Hvort ertu tím Selena Gomez eða Hailey Bieber? Teams? Tím Selena Gomez eða Hailey... Hvor heldur með? Já, hvor heldur með? Þær voru báðar með Justin Bieber. Já, ég er ekki inn í ástamálum Justin Bieber. Nei, því miður. alltaf. Hvor var betri, Barbie eða Oppenheimer? Bíómyndin? Já. Ég er nú ekki búin að sjá Barbie-myndina, ég verð nú að viðurkenna það. Oppenheimer fannst mér frekar þung mynd. Já, flesti segja það. Ok, hvað er þitt svona celebrity crush? Celebrity crush? Já. Það veit ég ekki. Ok. Enginn sem kemur í hug. Celebrity? Já. Svona fræg. Eitthvað sem fræg, þú varst yngri, var eitthvað svona fræleikona, eitthvað sem varst alltaf smá skotin í eða eitthvað svo leiðis? Nei, ég man ekki nöfnin á þeim. Nei. En hvað er uppáhalds Justin Bieber-lagið þitt? Ég bara þekki ekki lögin hans Justin Bieber. Nei, ok. Hver er kóngurinn? Er það Bubbi eða Bó? Bó, er það Björgvin Halldórsson? Já. Ég tók nú fræga mynd af Björgvini Halldórssoni sem að, það sem að var á tónleikum og var með brotna framtönn. Já, og það var til þess að stelpur hérna á Íslandi fyrir að brjóti sér framtennundar. Nei. Jú, til að líkjast honum. Heyrðu, hann hlýtur að vera leiðtoginn. Ok. Heyrðu, botnaði setninguna Karma is a just result. Ok, vögga svar. Veist þú hver Alex Earl er? Nei. En hvert er kínverska stjörnumerkið þitt? Það veit ég ekki. Nei. Finnst þið J.Lo söngkonan, finnst þið J.Lo vera betri söngkona eða leikona? Jennifer Lopez? Já. Mér finnst hún bæði góð söngkona og leikona, alveg frábær, báðum hlutverkunum. Trúir á drauga? Já, bara góða drauga. Ég fæ aldrei slemma drauga. En ég hef séð draug. Já. Á hóteli út í London einu sinni. Það stóð fyrir fram á rúmið mitt. Var hann góður, sem sagt? Já, það var smá óknarlegt. Ég hef ekki það. En það var bara alveg skýrt. Ég vaknaði bara upp og sá þennan mann. Standaði hana. Svo guðaði hann bara upp. Hver er frægasta manneska sem þú hefur hitt? Frægasta allir sé ekki Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Vá, það er frægt. Já, mjög. Telur þú O.J. Simpson vera sekan eða saklausan? Ég hef enga skoðun á því. Ég hef ekkert kynnt mér hans mál, en þannig ég þekki það ekki. Hvert er svona þitt guilty pleasure lag? Guilty pleasure lag? Eitthvað sem myndi kannski ekki endilega viðurkenna frá þetta er lag sem kemur í góðan feeling, en þú setur það kannski stundum á. Það veit ég ekki. Okay. Eru geimverur til? Já, ég tel að sé til líf á öðrum hnöttum. Ég held að það sé nú nokkuð ljóst að við erum ekki ein hérna, við teljum okkur vera voðalega merkileg. Það er alveg eins og Íslendingar ekki einir í heiminum þó við teljum sér mjög merkilega. En við getum gengt leiðtoga hlutverki eins og í friðarmálum, þó við séum lítil þjóð, við erum það merkileg. Við þurfum bara að trúa sjálf okkur til þess. Ertu royalisti? Ég er ekki hrifinn af þessu kongarugli, nei. Hver var besti James Bond fyrir þér? Svona uppáhalds James Bond? Já, ég man alltaf eftir honum Roger Moore í þessu. Það er nú orðið mjög langt síðan. Hefur eitthvað heyrt sultuhund? Sultuhund? Nei. Er það soltin hundur eða eitthvað? Nei, það er engin soltnir hundar í kringum mig. Ég geði þeim fullt að borða. Það er gott að heyra. Það er mjög gott. Hver er þinn uppáhalds raunveruleika þáttur? Raunveruleika þáttur? Já.
Það bara fréttirnar. Já. Það er mjög gott reality TV. Hvort ertu tím eða í liði með Kim Kardashian eða Taylor Swift? Ég ekki í tím með þeim sko, ég í mínu tími með friðarsinnunum sem vilja koma friði á í heiminum og þið þurfum að fara að hugsa eins það meira en þetta Hollywood-lið. Já, alveg það búnar. Það ekkit að gera neitt að það sem skiptir máli. Við verðum að hafa góða skemmtun inn á milli. Já. Svona til þess að létta okkur lundin. Þeir getur líka skemmt ykkur með friðarmálin. Já. Ég með svona flottar húur og bóli og alls konar sem fólk getur skemmt sig með á núna.is. En hver leiðilegustu raunveruleika þættinir? Leiðilegustu? Já, ég held ég vilja nú ekki fara að nefna neitt. Nei. Hvað er Section 6? Section 6 er 36, eða ekki? Ég held það. Heldur þú að Kanye West sé klón? Ég veit ekki hvað Kanye West er. Kanye West? Nei, ok. Hver er þín allra uppáhalds bíóspóla? Bíóspóla, bíómynd? Já. Ætli þessi ekki Gandhi? Já. Gott svar. Hefur þú hlustað á tilboði? Nei, ég hefur ekki gert það. Hvert er þitt celebrity lookalike? Mitt celebrity lookalike? Já, hefur eitthvað verið líkt við eitthvað? Nei, það held ég ekki. En það reyndar skopmynd af mér á netinu, eða það ekki af mér, það af aðalritara Sameinuðu þjóðanna og hún var notuð í auglýsingu fyrir mig þessi skopmynd af því að hann líktist mér það mikið. Okay. Þannig að þessi skopmynd inn á vefnu Núna.is og á Facebook síðunum okkar og þar boðskapur að það búið að vera að reyna að skjóta niður friðarbóðan og þetta svolítið, ég skora á okkur að horfa á þetta svolítið skemmtilegt því að það skotið eldflögum á hann eða á mig og út úr þessu kemur á endanum lafhrædd friðardúa. Já. Búin að missa alla fjaðrirnar. Þannig að það þarf að breyta þessu. Algjörlega. Langaði að vera frægur? Eða langaði þig? Nei, mér langaði ekki. Ég bara að klára þetta verkefni, þessi friðarmál og svo leggst ég bara í helgan Stein og Stein hætti öllu svona og þið sjáum ekki meir. Brad Pitt og Angelina Jolie eða Brad Pitt og Jennifer Aniston? Hvað fannst þið betra par? Ég ekkert að blanda mér í hverju fólk með, hvort það með samkynnegt eða gagnkynnet eða hvað, þetta eitthvað sem að fólk eiga við sig sjálft. Algjörlega. En hvert er þitt gælunafn? Mitt gælunafn? Já. Ég með svo flott nafn, Ástþór. Hvernig er þetta að vera gælunafn en Ástþór? Ási. Já, Ási. En enginn sem kallaði Þóri? Nei, alltaf bara Ástþór. Ástþór, það bara flott. Þá erum við komið við síðustu spurninguna. Ástþór, ef þú verður kosin forseti, verður okkur boðið í tebolla á Bessastöðum? Að sjálfsögðu, allri þjóðinni verður boðið í tebolla á Bessastöðum. Æðislegt. Það bara hljómar ótrúlega vel. Þá segjum við Ástþór gangi ótrúlega vel í baráttunni. Takk fyrir komuna. Og takk fyrir komuna. Núna hafið þið fengið að heyra hlið af frambjóndum sem þú líklegast ekki heyrt áður. Við vonum að þessi þáttur hafi hjálpað að mynda skoðun hvern þú vilt sjá sem næsta forseta Íslands. Munum að nýta kosningaréttin okkar. En að lokum. Teboðið for President 2032. Hvernig myndi það sem virka? Hvað meinarðu? Myndi ég bara búa heima þér og þú myndi bjóða fram eða myndi ég bjóða fram? Við giftum okkur bara. Er það ekki? Eða þú veist, já, gerum það saman. Þetta var meir en korter. Það var ekki okkur að kenna. Nei, þið klippið mig ekki út.